Góðan dag, kæra sveitarstjórn, starfsmenn og áheyrendur. Ég býð ykkur velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar númer 272 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónadóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarney Láradóttir Bjarnadóttir og sú sem hér stendur Guðvilind Eyglódóttir, Stefán Broddi Guðjónsson og Lilja Björg Ágústsdóttir sem jafnframt ritar fundargerð. Forseti óskar eftir að gera breytingar frá auglýstri dagskrá, það er að segja að lagt er til að tveimur liður verður víxlað, það er að segja lið 17 í auglýstri dagskrá, aðalskipulag endurskoðun vinnslutími með númeri 23.01.075 og svo liður 18 Galtarholt 3 landsnúmer 13204 deiluskipulag með málsnúmeri 23.02.212. Þá er lagt til að bætt verði við einu máli kvörtun vegna stjórnsýslu með málsnúmeri 25.11.043 sem kemur þá undir lið 24 og að lokum að það verði bætt við tveimur fundargerðum. Fundargerð biðarans frá fundi nr. 729 verðandi dagskrárlið 27 og fundargerð fræðslunefndar frá fundi nr. 248 og verði sá liður þá undir dagskrárlið 29 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa breytingar frá auglýstri dagskrá að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá er okkur ekkert að vanbúnaði að ganga til dagskrá og að venju er fyrsti liður á dagskrá skýrsla sveitarstjóra og ég bið Stefán Brodda Guðjónsson að gjöra svo vel að koma hér í pontu. Já, forseti sveitarstjórnar, sveitarstjórnarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir áhorfendur. Dimmasti en einnig bjartasti tími ársins að renna upp í ýmsum skilningi. Desembermánuður, en brátt er sól að hækka á lofti á ný, jól og áramót. Ég vil þakka íbúum kærlega fyrir að gleðja andan og augað með öllum fallegu jólaskreytingunum sem prýða sveitarfélagið. Ég þakka öllum líka sem hafa verið að standa fyrir viðburðum, uppákomum af ýmsum toga og auðvitað öllum íbúum fyrir að taka þátt og kynda jólaandan hvert hjá öðru. Við þráum ekkert heitar en að geta farið að ljúka vinnu við sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps eins og góður meirihluti var fyrir í íbúakosningum í september. Ég ætla áfram að nota þetta tækifæri hér til þess að lýsa yfir ákveðnum vonbrigðum með ekki skuli liggja fyrir afstaða innviðaráðuneytisins til þeirra kæra og viðauka við kærur og viðauka við kærur sem hafa borist. Mjög serfskulegar reynda margar hverjar og eins og fram hefur komið þá teljum við hér hjá Borgarbyggð enga þessara kæra verið þess eðlis að draga í efa niðurstöðu kosningana en enn bíðum eftir úrskurði ráðuneytisins og það er bagalegt. Og undirbúningsstjórn sem annars ætti að hafa hafið störf til að tryggja vel heppnaða sameiningu hefur ekki ennþá tekið til starfa. Fyrir sveitarstjórn í dag liggur að samþykkja lýsingu til auglýsingar fyrir deiliskipulagi Brákarey. Það er varða á leið til uppbyggingar í Brákarey. Einnig er lagður fram til samþykktar samningur við PricewaterhouseCoopers ráðgjöf vegna uppbyggingar í Brákarey. Fyrst og fremst er varða skipulag og samningagerð, eða skipulagsmál og samningagerð. Það er í samræmi við næstu verkefni sem bíða okkar á þeirri vegferð að skapa nýtt umhverfi í Brákarey. Sveitarfélaginu barst beiðni frá Sól til framtíðar undirskriftasöfnun vegna aðalskipulags og hún er lagð fram til afgreiðslu hér á eftir. Hún kemur þar sem samtökin eru ósátt við umfjöllun vindorku í aðalskipulagi Borgarbyggðar 2026 til 2040 sem nú bíður staðfestingar hjá Skipulagsstofnun. Þetta mál er óvenjulegt og fá eða engin fordæmi til að fara eftir frá sjónarhóli sveitarfélagsins. Kalla því á heilmikla yfirlegu. Samskipti við fulltrúa Sólar til framtíðar hafa verið góð og einnig við Skipulagsstofnun. Það er ljóst að sjónarmið eru ólík en í mínum huga er kjarninn sá að í aðalskipulagi Borgarbyggðar er hvergi að finna heimild til uppsetningar á vindorkuveri í Borgarbyggð. Lögum samkvæmt ber sveitarfélaginu hins vegar að innifela umfjöllun vindorku í greinargerð með aðalskipulaginu. Krafa að taka út umfjöllun vindorku er í mínum huga þess vegna krafa að sveitarfélagið gangi í raun og gegn lögum í greinargerð með aðalskipulagi. Því mínum huga er þess vegna sannarlega ekki einfalt mál að verða við beiðni Sólar til framtíðar.
og vafalaust verður framhald á þessu máli. En við hjá sveitarfélaginu reynum allavega eftir fremsta megni að meðtaka sjónarmið annarra og útskýra sjónarmið sveitarfélagsins og sveitarstjórnar og annarra þeirra á vegum sveitarfélagsins sem hafa með málið að gera. Meðtaka og útskýra sjónarmið og að lokum komast að málefnalegri niðurstöðu. Fulltrúar Borgarbyggðar og UMSB hafa að undanförnu unnið að nýjum samstarfssamningi okkar í milli, eða milli Borgarbyggðar og UMSB. Sá samningur á grunni nýrar íþróttastefnu. Hann langt kominn en hann enn í rýni hjá UMSB og vonandi styttist í undirritun. Ég stoltur af því að við erum svo sannarlega að reyna að efla íþrótta- og æskulýðsstarf í sveitarfélaginu og samningurinn hann verður vonandi hluti af þeirri vegferð. Uppbygging íþróttamannvirkja svo sannarlega á fleygiferð. Ný íþróttastefna hefur tekið gildi sem byggir á samráði við íþróttahreyfinguna og almenning í Borgarbyggð og svo þessu fylgt eftir með stóraukinni fjárhagslegri skuldbindingu hálfu sveitarfélagsins til málaflokksins eins og hér verður lagt fram til staðfestingar á fjárhagsáætlun á eftir. Það oft talað innviðaskuld í samhengi fjármála ríkis og sveitarfélaga. Fyrir 2 vikum kom út skýrsla stöðu fráveitumála á Íslandi. Í samanburði við önnur sveitarfélög staðan hér í Borgarnesi, hér var aðalega horft á til þéttbýli staða á Íslandi. Og í samanburði við önnur sveitarfélög, önnur þéttbýli, þá var staðan hér í Borgarnesi allt önnur en annars staðar á landinu. Hún sýndi aðeins 2 þéttbýli á Íslandi uppfylla kröfur reglugerðar hreinsun. Borgarnes annað þeirra. Því miður þá finnum við fyrir því í fráveitugjöldum til veitna og okkar sjónarmið í samskiptum við veitur vegna þessa máls meðal af þessum toga að það mjög erfitt að sætta sig við að íbúar hér séu stöðugt að greiða fyrir fjárfestinguna sem hefur orðið meðan íbúar annars staðar ekki að greiða inn á innviðaskuldir að sín megin. Ég veit að ég að hreyfa máli hér sem á sér langa sögu og ekki einfalt úrlausnar, það svo ágætt fyrir okkur íbúa, aldrei til að haga, að hér allavega komin út skýrsla sem sýnir að hvergi á Íslandi eru fráveitumál betur stödd en hér. Ég verð þó fyrstur að viðurkenna að þau eru ekki fullkomin og við erum að vinna því að gera enn betur. Þá vil ég víkja að stöðuna á leið 81 sem hringleið almenningssamgangna Borgarfjörð. Hún mörgum öfurlega í huga, eðlilega. Við vonum svo sannarlega að Vegagerðin og fjárveitingarvaldið Alþingi sjá að sér og tryggja áfram fjárveitingu í þetta verkefni. Framundan kannski þetta næsta sem að gerast í málunni að ég og skólameistari Menntaskóla Borgarfjarðar og framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi hafa skrifað bréf og erum að senda bréf til Vegagerðarinnar og þingmanna þar sem þetta mál mjög vel rakið og hversu mikilvægt þessi leið hvernig hún hefur fest sig í sessi og nýting aukist og stóraukist á milli ára. Þá mikilvægt að Alþingi, Vegagerðin og ráðherra viti að leið 81 ekki bara beiðni frá einu sveitarfélagi að viðhalda einni leið. Hún einfaldlega leið sem hnýtir saman net almenningssamgangna sveitarfélagið og á milli sveitarfélaga sem hættulegt að rakni upp með þessar ákvörðun. Leið sem hefur verið að festa sig í sessi og skiptir gríðarlega miklu máli. Að hætta rekstri leiðar 81 þar að auki stórkostlega á skjön við þær áherslur sem koma fram í nýbirtum drögum af samgönguáætlun sem nýverið voru birt. Samgönguáætlun mun verða til umræðu í fastanefndum sveitarfélagsins og ég svo sem ætla ekki að ræða innihald hennar í þaula og Borgarbyggð mun taka saman umsögn. Og ég verð viðurkenna, ég hef ekki náð að lesa hana í svona alveg lúslega svona. Því miður finnst mér ekki vera stórar áherslur á þeim breytingum, það er ekki stóra breytingar á þeim áherslum sem við höfum haldið oft í Borgarbyggð. Ég ætla þó að fagna þeirri vinnu og þeim krafti sem komin í vinnu við Sundabraut og bara það að opnun Sundabrautar 2032 festist í þjóðarvitundina, þá munum við svo sannarlega fara að finna fyrir þeim áhrifum fljótlega í okkar sveitarfélagi. Stofnun innviðafélags ætti að tryggja fjármögnun en með sama hætti ljóst að vegfarendur munu þurfa að sætta sig við veggjöld en af samtölum mínum að dæma við þá sem standa að verkinu þá verða þau vonandi þolanleg fyrir okkur sem að myndum kalla stórnotendur förum oft á milli, ættum að nota Sundabraut oft. Og mér langar til að vera jákvæður og þá vona ég að auki fjármagn í vetrarþjónustu Vegagerðarinnar leiði til þess að samgönguöryggi yfir vetrarmánuðina muni aukast og Vegagerðin muni standa sig enn betur við að tryggja samgönguöryggi yfir vetrarmánuðina og þar með búsetufrelsi sem okkur skiptir svo miklu máli. Og það rímar vel við þann metnað sem í vetrarþjónustu hér í Borgarbyggð. Fyrir þessu mánuði
óskaði Alþingi eftir tilnefningum til heiðurslauna listamanna. Það var mikil samstaða meðal sveitarstjórnarfólks hér í Borgarbyggð að tilnefna Pál Guðmundsson á Húsafelli. Ég vona svo sannarlega að Alþingi sé okkur sammála og Páll fái notið. Það væri innilega verðskuldað. Ég veit að málið verður kynnt hér og rakið hér síðar á dagskrá sveitarstjórnarfundar. Í dag verður lögð fram til seinni umræðu í sveitarstjórn fjárhagsáætlun Borgarbyggðar. Við erum að ljúka krefjandi rekstrarári. Launakostnaður verður hækkað talsvert meira heldur en útvarpstekjur og það er enda sama saga hjá sveitarfélögum landsins. Og svo þetta fjárhagsaðstoðin. Ég held ég að fara nokkuð vel yfir stöðuna og svona horfurnar fram á við á íbúafundi þar síðustu viku og hvet þá sem áhuga hafa á löngum fyrirlestri frá mér fjármál sveitarfélagsins til þess að finna hann á netinu og horfa á. Fjárfestingar á þessu ári hafa verið miklar eins og gert var ráð fyrir og þær hafa kallað á meira en 2 milljarða lántöku. Endurbótum á grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum er að ljúka og verður öll nýbyggingin tekin í notkun þegar börn og annað starfsfólk mæta til skóla að afloknu jólafríi. Af smærra sniði eru löngu tímabærar endurbætur á Klettaborg sem eru langt komnar en munu teygja sig inn á nýtt ár. Okkar fólk í þeim framkvæmdum og munu strax og tími gefst til frá því verki ljúka þeim litlu framkvæmdum sem enn eftir við grunnskólann í Borgarnesi. Í þessum verkum erum við að vinna þétt með verktökum hér á svæðinu og gangur hefur verið góður. En það skiptir máli, við erum að vinna þétt með verktökum hér á svæðinu og það verður góður taktur í að nýta þeirra verkkunnáttu og hæfni í að ljúka þessum verkum og klárast mjög vonandi fljótlega. Ég fer ekki í grafgötur með það að skuldsetning sveitarfélagsins er að aukast og ég held að öll sveitarstjórn er mjög vel meðvituð það. Hún eykst samhliða fjárfestingu. Hún er þó enn á mjög heilbrigðum slóðum og skuldahlutföll eru eðlileg. Höfum samt í huga og ég bið ykkur að hugsa það að skuldsetning og fjárfesting Borgarbyggðar hún er fyrst og fremst í velferð ungu kynslóðarinnar. Hún er í grunnskólum, leikskólum, íþróttamannvirkjum og æskulýðsmálum. Ásamt verið að styrkja viðhald. Það skiptir nefnilega miklu máli að vera ráðast í fjárfestingar og skuldsetningu fyrir ungu kynslóðina. Það verið að fjárfesta í framtíðinni. Ég ætla svo ekki að draga ekki að gera lítið úr því og hreint ekki, heldur og benda á það að hér í sveitarfélaginu svo sannlega verið að byggja upp fyrir eldri kynslóðina, lýðheilsuverkefni og vonandi gott að eldast hér í Borgarbyggð. Þá fjárfest í nýjum götum til að taka á móti stækkun sveitarfélagsins. Ég trúi því að framundan sé áframhaldandi uppbyggingar og uppskerutími hjá Borgarbyggð. Þetta er í 4. sinn sem ég fylgi fjárhagsáætlun hér úr hlaði og jafnframt mín síðasta. Enda rennur minn ráðningartími út nú í byrjun sumars. Ég vil sérstaklega að þessu tilefni þakka mínu kæra samstarfsfólki, forstöðumönnum, íbúum og sveitarstjórnarfólki fyrir mjög gott samstarf. Ég vil sérstaklega þakka Eiríki Ólafssyni fjármálastjóra fyrir því hann, eins og ég, er að ljúka við sína síðustu fjárhagsáætlun þó hans reynslubanki í fjárhagsáætlun gerði svo sannarlega eiginlega tífall lengri en minn. En menn með slíka reynslu og mannkosti eru ómetanlegar fyrir sveitarfélagið. En í mínu tilviki þá er ég afar stoltur af því sem áunnist. Við erum svo sannarlega á leiði uppbyggingar í Borgarbyggð, tækifærin eru mikil og enn fleiri handan við hornið. Leið svo vissulega fullt af áskorunum fyrir komandi sveitarstjórnir og komandi sveitarstjóra. Munum samt að nú er tími ljós og friðar renna upp, kærleika, samkenndar og mildi. Takk fyrir mig og gleðileg jól. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Stefán Broddi. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 2 sem ber heitið Viðauki við fjárhagsáætlun 2025 með málsnúmeri 2502-016 og það er afgreiðsla frá fundi Byggðaráðs númer 729. Þar er lagður fram viðauki 6 við fjárhagsáætlun 2025. Þar segir í bókun framlagður viðauki 6 við fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun 2026. Í honum felst að áætlun launakostnað grunnskóla er hækkað 30 milljónir króna sem skiptist þannig að áætlun fyrir grunnskóla Borgarnes hækkar 17,4 milljónir króna og 12,6 milljónir króna fyrir grunnskóla Borgarfjarðar. Á móti eru óreglulegi liðir færðir niður 30 milljónir króna. Þá er áætlaður kostnaður vegna sameiningamála að fjárhæð 35 milljónir króna. Á móti þeim kostnaði er áætlað framlag frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga 35 milljónir króna.
Að auki áætlaður kostnaður vegna kærumála í kjölfar kosninga að fjárhæð 5,3 milljónir króna, en sveitarfélagið væntir þess að sú fjárhæð fáist endurgreidd frá jöfnunarsjóði. Í framkvæmda- og fjárfestingaráætlun áætluð hækkun að fjárhæð 23,4 milljónir króna vegna búnaðarkaupa, annars vegar í leikskólanum Klettaborg að fjárhæð 5,4 milljónir króna og hins vegar grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum að fjárhæð 18 milljónir króna. Samanlögð áhrif viðaukans leiða til lækkunar á handbæru fé í sjóðstreymisáætlun að fjárhæð 28,7 milljónir króna. Því miður sér ekki fyrir endan á ráðgjafakostnaði vegna kærumála varðar fyrirhugaða sameiningu við Skorradalshrepp, en málið enn í farvegi hjá innviðaráðuneytinu og bíður Borgarbyggð niðurstöðu þess. Þessi kærumeðferð og töf á afgreiðslu ráðuneytisins hefur leitt til þess að vinna við að ljúka við sameiningu sveitarfélaganna hefur ekki náð að hefjast. Byggðar að harmar að málið sé enn í þessum farvegi. Það veldur kostnaði og gerir það að verkum að nýskipuð undirbúningsstjórn sameiningu sveitarfélaganna getur ekki hafið störf. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir viðauka 6 við fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun 2026. Í honum felst að áætlun launakostnað grunnskóla hækkað 30 milljónir króna sem skiptist þannig að áætlun fyrir grunnskólann í Borgarnesi hækkar 17,4 milljónir króna og 12,6 milljónir króna fyrir grunnskóla Borgarfjarðar. Á móti óreglulegi liðir færðir niður 30 milljónir króna. Þá áætlaður kostnaður vegna sameiningarmála að fjárhæð 35 milljónir króna. Á móti þeim kostnaði áætlað framlag frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga 35 milljónir króna. Að auki áætlaður kostnaður vegna kærumála í kjölfar kosninga að fjárhæð 5,3 milljónir króna. Sveitarfélagið væntir þess að sú fjárhæð fáist endurgreidd frá jöfnunarsjóði í framkvæmda- og fjárfestingaráætlun áætluð hækkun að fjárhæð 23,4 milljónir króna vegna búnaðarkaupa, annars vegar vegna leikskóla Klettaborgar að fjárhæð 5,4 milljónir króna og hins vegar GBF á Kleppjárnsreykjum að fjárhæð 18 milljónir króna. Samanlögð áhrif viðaukans leiða til lækkunar á handbæru fé í sjóðstreymisáætlun að fjárhæð 28,7 milljónir króna. Ég var að velta fyrir mér ekki prentfylla í upphafi að þetta viðauki í fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun 2025. Pass. Já, hér að sjálfsögðu verið að fjalla viðauka fyrir fjárhagsáætlun 2025 en í texta innsláttarvilla bara svo það komi fram. En forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið sem ber heitið Gjaldskrá 2026 með málsnúmeri 2510-200 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 728. Það eru framlagðar gjaldskrár fjölskyldusviðs Hjálmakletts, slökkviliðs, ljósleiðara og safnahús og jafnframt lögð fram tillaga að óbreyttu álagningarhlutfalli fasteignaskatts og lóðarleiga á milli ára. Þetta var samþykkt samhljóða og vísað til fullnaðarafgreiðslu hér í sveitarstjórn. Það jafnframt afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 729. Þar voru framlagðar til umræðu í byggðarráði gjaldskrár skipulags- og umhverfissviðs. Byggðarráð samþykkti að vísa tillögum að gjaldskrám til samþykktar í sveitarstjórn að teknu tilliti til breytinga á tillögu að gjaldskrá skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa sem ákveðnar voru á fundinum og það var samþykkt samhljóða jafnframt. Þá voru lagðar fram gjaldskrár fyrir frístund, listaskóla, mötuneyti fyrir starfsfólk grunnskóla, íþróttamiðstöðvar, leikskóla, fjölskyldusvið Hjálmaklett, safnahús, slökkvilið Borgarbyggðar, slökkvitækjaþjónustu, söfnun og eyðingu dýraleyfa, gámasvæði, tæmingu rotþróa, meðhöndlun úrgangs, hunda- og kattahald í þéttbýli, vatnsveitu Hraunhraups, vatnsveitu Álftaneshreps, skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá ætlar forseti að byrja því að kjósa hér, bera upp hér tillögur að álagningu fasteignaskatts í Borgarbyggð fyrir árið 2026 og það tillaga að 0,35% af fasteignamati samkvæmt A-lið 3. grein laga tekjustofn sveitarfélaga. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki.
Það er samþykkt samhljóða. 1,32% af fasteignamati samkvæmt lið 3 grein laga tekjustofna sveitarfélaga. Við þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 1,39% af fasteignamati samkvæmt C-lið 3. greinar laga tekjustofna sveitarfélaga. Við bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er lögð fram tillaga að lóðarleiga í Borgarbyggð verði 1,5% af fasteignamati íbúðarhúsalóða og 2% af fasteignamati annarra lóða. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá ætlar forseti að fá að bera upp aðrar gjaldskrár sem er að ræða saman ef enginn mótmælir því. Og þá bið ég fulltrúa sem samþykkja aðrar gjaldskrár sem eru undir þessum lið að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 4 sem ber heiti fjárhagsáætlun 2026 með málsnúmeri 25.05.064 og það er fjárhagsáætlun 2026 sem er lögð hér fram til seinni umræðu og það er tillaga að fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2026 ásamt tillögu að fjárheimildum fyrir árin 2027 til 2029. Helstu niðurstöður tillögunnar fyrir árið 2026 eru rekstrartekjur A-hluta 7.441 milljónir króna og rekstrartekjur samstæðu 8.486 milljónir króna. Rekstrargjöld A-hluta 6.841 milljónir króna en rekstrargjöld samstæðu 7.686 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir A-hluta 600 milljónir króna og fyrir samstæðu 800 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða A-hluta 198 milljónir króna en 148 milljónir króna fyrir samstæðu. Veltufé frá rekstri A-hluta 692 milljónir króna en 770 milljónir króna fyrir samstæðu. Hreinar fjárfestingar A-hluta eru 2.329 milljónir króna og samstæðu 2.431 milljónir króna. Heildareignir A-hluta í lok árs 2026 14.844 milljónir króna og samstæðu 17.185 milljónir króna. Eigið fé A-hluta í lok árs 2026 6.546 milljónir króna og samstæðu 6.946 milljónir króna. Helstu niðurstöður tillögunnar fyrir samstæðu árið 2026 til 2028 eru fyrir 27 til 29 Rekstrartekjur eru áætlaðar 8.794 milljónir króna á árinu 2027, 9.140 milljónir króna á árinu 2028 og 9.450 milljónir króna á árinu 2029. Rekstrarafgangur er áætlaður 139 milljónir króna á árinu 2027, 147 milljónir króna á árinu 2028 og 127 milljónir króna á árinu 2029. Hreinar fjárfestingarhreyfingar eru áætlaðar 1.001 milljón króna á árinu 2027, 1.003 milljónir króna á árinu 2028 og 183 milljónir króna á árinu 2029. Í fjárhagsáætlun 2026 og ramma fyrir fjárheimildir 2027 til 2029 er gengið út frá því að sveitarfélagið fái endurgreiddan kostnað vegna fjárhagsaðstoðar við útlendinga sem hafa verið á landinu lengur en 2 ár. Ef gerist ekki má áætla að rekstrarniðurstaða verði 150 milljónir króna lakari að öðru óbreyttu. 120 til 150 milljónir króna lakari að öðru óbreyttu. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið fjárhagsáætlun 2026. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að leggja hér fram smá bókun sem fylgir gagn við
Fjárhagsáætlun Borgarbyggðar árið 2026. Sveitarstjórn Borgarbyggðar leggur hér fram þróttmikla fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 og framkvæmdaáætlun og fjárhagsramma fyrir árin 2026 til 2029. Áætlun sem endurspeglar eftir sem áður áframhaldandi vilja til uppbyggingar í sveitarfélaginu og eftirfylgni á þeim markmiðum sem lagt var upp með í upphafi kjörtímabilsins sem senn er á enda. En sú áætlun sem hér er lögð fram er jafnframt síðasta fjárhagsáætlun þessa kjörtímabils. Áætlun fyrir árið 2026 gerir ráð fyrir 198 milljóna króna afgangi af rekstri A-hluta. Áætlun hagnað hefur lækkað 36 milljónir króna á milli umræðna sem skýrist að mestu af því að nú er gert ráð fyrir lægri arðgreiðslum frá Orkuveitu Reykjavíkur og hækkun á framlögum til íþrótta- og æskulýðsmála. En nýtt fjölnota íþróttahús, knatthús verður tekið í notkun næsta sumar og þá er ætlunin að hækka framlag sveitarfélagsins til íþróttafélaga í samræmi við nýja íþróttastefnu og samning við UMSB. Áætlunin felur í sér að hagnaður eykst á milli ára, fyrst og fremst vegna sterkari tekjugrunns og hagkvæmni í rekstri. Og því tekst að verja eða styrkja alla grunnþjónustu sveitarfélagsins á milli ára. Áætlunin felur í sér að skatttekjur sveitarfélagsins aukast 15% á milli ára og verði 6,5 milljarðar króna, en að rekstrarhagnaður án afskrifta hækki 79%. Miðað er við óbreytt hlutfall útsvars- og fasteignaskatta og að hækkun gjaldskráa verði í flestum tilfellum 3,9%. Mikil uppbygging stendur yfir á vegum Borgarbyggðar og af þeim sökum hafa skuldir aukist. Því er nauðsynlegt að verja tekjustofna sveitarfélagsins. Áætlað er að veltufé frá rekstri verði 692 milljónir króna sem samsvarar 9,3% framlegð. Fjárfestingar ársins 2026 eru áætlaðar 2,3 milljarðar króna og að heildareignir í A-hluta verði 14,8 milljarðar króna í lok árs 2026. Eiginfjárhlutfall í lok árs 2026 er áætlað 44% og skuldahlutfall vel innan skynsamlegra og lögbundinna marka. Uppbygging íþróttamannvirkja og aðstaða til heilsueflingar hefur verið í umræðinu í sveitarfélaginu í áraraðir, mjög lengi. Vilji bæjarbúa og íbúa sveitarfélagsins hefur staðið til þess að efla þá þætti er lúta að lýðheilsu, viðhaldi og uppbyggingu íþróttamannvirkja og við því kalli hefur verið brugðist á þessu kjörtímabili. Samhliða því er mikilvægt að sveitarfélagið styðji vel við íþrótta- og æskulýðsmál og hafa því framlög til þessa málaflokks verið aukin svo munar. Árið 2026 verður 10,2% skatttekna varið til íþrótta- og æskulýðsmála, samanborið við 8,4% árið 2022. Það samsvarar hækkun framlaga samtals 280 milljónir króna og þar af 100 milljón króna aukning framlaga bara á næsta ári. Á árinu 2026 verður því eins og á yfirstandandi ári mikil áhersla lögð á uppbyggingu og viðhald mannvirkja til íþrótta, leikja og útivistar í sveitarfélaginu. Hápunkti verður náð þegar nýtt fjölnota íþróttahús verður tekið í notkun næsta sumar. Sú framkvæmd gengur samkvæmt áætlun og útlit er fyrir að starfsemi verði hafin þegar nýtt skólaár hefst haustið 2026. Á sama tíma er unnið að kappi að hönnun og skipulagi á nýju parketthúsi og endurnýjun og íþróttamiðstöðin í Borgarnesi og ánægjulegt að heyra þann samhljóm sem hefur skapast að framkvæmdir við húsið geti hafist árið 2027 og ljúki á árinu 2028. Árið 2026 verður mikið framkvæmda ár. Í kringum áramót verður lokið við nýbyggingu grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum. Sú uppbygging hefur vakið mikla og jákvæða athygli langt út fyrir þetta sveitarfélag og endurspeglar sóknarhug og ríkan vilja Borgarbyggðar til að laða ungt fólk til uppbyggingar í dreifbýlinu. Framundan er framhaldandi uppbygging stíga, gatnagerð við Kveldhúshöfða og Bröttugötu og stækkun leikskólans Uglukletts. Forgangsröðun helstu framkvæmda hefur ekki tekið breytingum milli ára og hefur lítið breyst frá upphafi kjörtímabils. Það er ánægjulegt að geta litið sátt öxl á að hafa náð þeim meginmarkmiðum sem lagt var upp með á kjörtímabili stór átak í framboð á íbúð- og atvinnulóðum. Snemma á árinu 2026 er ráðgert að auglýsa fjölda nýrra lóða fyrir íbúðabyggð til úthlutunar við Kveldhúshöfða. Það bætist við gott framboð lóða á Hvanneyri og fjölda lóða fyrir atvinnustarfsemi á Vallarási þar sem gatnagerð er nú þegar hafin. Rík áhersla verður lögð á eftirfylgni með kostnaðaráætlunum í tengslum við stórframkvæmdir. Þá er mikilvægt að sveitarfélagið bregðist við og sé reiðubúið að endurskoða áætlanir ef breytingar verða á fjárhagslegum forsendum, kostnaði, vaxtastigi eða öðrum utanaðkomandi þáttum.
Rekstur Borgarbyggðar á yfirstandandi ári og áætlun fyrir árið 2026 endurspeglar að lögð er rík áhersla á að þétta félagslegt net sveitarfélagsins. Þá hefur verulega verið bætt í viðhald húsnæðis og gatna. Fjárfestingaráætlun endurspeglar sterkan vilja til uppbyggingar, íþróttamannvirkja og skóla ásamt tækifærum til fjölgunar íbúa með nýjum hverfum. Þá verður áfram lögð áhersla á hagsmunagæslu ekki síst gagnvart ríkisvaldinu. Mikilvægt er að ríkið sé samstíga sveitarfélaginu í að styrkja þjónustu við íbúa og auka búsetufrelsi. Sveitarstjórn Borgarbyggðar þakkar starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir þeirra vinnu og gott samstarf í tengslum við vinnu við fjárhagsáætlun. Takk. Takk fyrir það, Davíð, fyrir þessa bókun fyrir hönd sveitarstjórnar. Og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Það er ómögulegt að láta Davíð bara einan að vera í sviðsljósinu. En ég er ekki með neina bókun en það tökum við undir bókunina hans Davíðs sem hann var að flytja hérna með og ég fjárhagsáætlanavinnan gekk að mínu viti bara mjög vel og var ágætis samstarf hana í haust. Ég var ánægður með að hafa tekið vel í tillögu minna hérna á seinasta sveitarstjórnarfundi og það virðist ganga eftir. Ég stend nú svo fulltrúi fyrir flokk sem vill alltaf lækka álögur á íbúa en það er ekki bæði sleppt og haldið í því og ég held að sé betra fyrir okkur að setja aðeins undir okkur hausinn í því að klára þau uppbyggingarverkefni áður en að við snúum okkur að því að lækka álögur og ég held að þau áform kalla bara á þá eins ýmsar áskoranir í rekstrinum að við verðum að standa vörð líka tekjustofnana. Þannig að sem að, það er áskoranir í rekstrinum og það er nú búið að fara margoft yfir þær en ég ætla að við berum nú von það að okkur takist að leysa þau ljón, ætla ég að segja. Ég ætla ekki að fara meira yfir það og ég vil bara þakka öllum þeim sem að unnu að þessari fjárhagsáætlun og fyrir góða vinnu. Takk fyrir það, Sigurður. Og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið, fjárhagsáætlun. Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil bara fagna því að meirihlutinn stekkur á vagninn á þessari fjárhagsáætlun. Minni hlutinn. Sigurður, nú verðum við fótaskort á tungunni. Ég vil fagna því að allir fulltrúar sveitarstjórnar sem hér eru hafa stokkið á vagninn og hafa náttúrulega unnið að þess allan tíman að koma með þessa góðu fjárhagsáætlun. Og að sjálfsögðu þökkum við náttúrulega starfsfólki sem hefur lagt nótt við dag að koma að þessu öllu saman og vinna þetta í þennan búning sem það er komið núna. En ítreka bara enn og aftur að mér finnst það fagnaðarefni og sýnir kannski verkgleði sveitarstjórnar allrar að leggjast á eitt og vera samstíga að leggja þetta fram. Bara takk fyrir það. Takk fyrir það og orðið er ennþá laust fjárhagsáætlun 2026 dagskrárliðinn. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2026 ásamt tillögu að fjárheimildum fyrir árið 2027 og 2029 að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Mjög ánægjulegt að standa hér í dag og verði vitni að því og ég ætla bara að taka undir og þakka bara allri sveitarstjórn fyrir sérstaklega gott samstarf í þessari vinnu við fjárhagsáætlun. Við höfum unnið þetta vel saman og jafnframt vil ég bara taka undir þakkir til starfsmanna sveitarfélagsins, sviðsstjóra, forstöðumanna og ég vil bara sérstaklega kannski líka þakka Eiríki Ólafssyni fyrir
hans störf. Ég er sjálf hér að eins og kannski margir að samþykkja síðustu fjárhagsáætlunina því að þetta er síðasta áætlun sem þessi sveitarstjórn samþykkir og á þessu kjörtímabili og ég hef unnið með Eiríki Ólafssyni að fjárhagsáætlun síðustu 12 ár og það er bara ómetanlegt og hefur ómetanlegt fyrir sveitarfélagið að hafa mann eins og Eirík Ólafsson í brúnni og hann á þakkir skyldar og hann við munum að sjálfsögðu honum verður vissulega sárt saknað þarna í þessu en ég þakka öllum sem hafa komið að þessu einlæglega. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 5 sem ber heitið Þjónustustefna Borgarbyggðar 2026 með málsnúmeri 2510-139 og hún er hér tekin til síðari umræðu og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá biður það fulltrúa sem samþykkir þjónustustefnu Borgarbyggðar fyrir árið 2026 að gefa merki og að fela sveitarstjóra að birta stefnuna. Ég bið það fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 6. lið sem ber heitið tilkynning kæru númer 122/2025 íbúabyggð á Varmalandi með málsnúmeri 2507/197 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi númer 727. Það er framlagður úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í máli númer 122/2025 er varðar ákvörðun sveitarstjórnar Borgarbyggðar frá 8. maí 2025 að samþykkja breytingu á deiliskipulagi íbúabyggðar á Varmalandi. Það er framlagður úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í máli númer 122/2025 og byggðarráð leggur til við skipulags- og byggingarnefnd að auglýsa deiliskipulag fyrir íbúabyggð á Varmalandi að nýju. Þetta mál er svo sem lagt fram hér til kynningar en ekki til samþykktar en forseti gefur orðið laust. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Ég ætlaði nú bara rétt að koma inn á það að það er búið að taka þetta mál fyrir núna síðan á þessum fundi byggðarráðs einu sinni inn í skipulags- og byggingarnefnd og skipulagsfulltrúa var falið að gera breytingar í samræmi við þá niðurstöðu sem úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála komst að og verður deiliskipulagið því lagt fyrir að nýju í næsta mánuði. Takk. Takk fyrir það og orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá vindum við okkur í næsta dagskrárlið sem er númer 7 og ber heitið beiðni undirskriftasöfnun vegna aðalskipulags með málsnúmeri 2511/022 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 729. Þar segir í bókun byggðarráðs: Byggðarráð hefur móttekið erindi frá Sól til framtíðar sem sent er í framhaldi af umfjöllun á fundi samtakanna með byggðarráði þann 27. nóvember síðastliðinn. Var meðal annars rætt á þeim fundi að mögulegt væri að taka út skýringakort sem ber heitið takmarkanir vegna vindorku 1 og 2 í því skyni að koma til móts við sjónarmið samtakanna þar sem þau töldu að kortið væri villandi þar sem ekki stæði til að nýta vindorku á skipulagstímanum. Byggðarráð bauðst til þess þar sem kortið er einungis til upplýsinga samanber kafla 5.1 í forsenda- og umhverfismatsskýrslu. Í erindinu sem barst 4. desember frá samtökunum hafna þau boði sveitarfélagsins og árétta þá afstöðu samtakanna að fram fari íbúakosning að undangenginu undirskriftasöfnun vegna vindorku umfjöllunar í aðalskipulagi fyrir Borgarbyggð 2025 til 2037. Byggðarráð telur að erindi Sólar til framtíðar afmarka skýrt að gerð er krafa að fari fram undirskriftasöfnun í þeim tilgangi að umfjöllun vindorkunýtingu verði tekin út úr greinargerð með aðalskipulagi 2025 til 2037. Byggðarráð telur vera þann annmarka á erindi Sólar til framtíðar að sveitarfélaginu er skylt á grundvelli 10. greinar skipulagslaga nr. 123
frá 2010 að fjalla í aðalskipulagi áherslur þingsályktun landsskipulagsstefnu 2024–2038. Í áherslum C2 og C3 í gildandi landsskipulagsstefnu skýrt kveðið á að skipulag skuli fela í sér stefnu nýtingu vindorku í sátt við umhverfi og samfélag. Byggðarráð telur einnig að sjónarmið Samtaka Sólar til framtíðar séu samhljóma þeirri stefnu sem fram kemur í aðalskipulagi 2025–2037 þar sem engin vindorkuver eru heimiluð á skipulagstímanum. En meðal annars kemur fram á blaðsíðu 14 í forsenda- og umhverfismatsskýrslu aðalskipulags: unnin var stefnumótun fyrir vindorku í sveitarfélaginu og megin niðurstaða hennar að í aðalskipulagi skulu engin svæði afmörkuð fyrir vindorkuver. Sveitarfélagið mun taka ákvarðanir vindorkuver þegar þau hafa verið sett í nýtingarflokk rammaáætlunar samkvæmt 3. grein reglugerðar nr. 155/2013 undirskriftasafnanir vegna almennrar atkvæðagreiðslna samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal sveitarstjórn meta hvort ákvæði 3. málsgreinar 108. greinar sveitarstjórnarlaga hamli því að unnt sé að krefjast almennrar atkvæðagreiðslu málið og tilkynna ábyrgðaraðila niðurstöðu sína. Í því tilviki sem hér til umfjöllunar þá það álit byggðarráðs að ekki séu forsendur til þess að hefja undirskriftasöfnun í þeim tilgangi að umfjöllun vindorkunýtingu verði fjarlægð úr samþykktu aðalskipulagi fyrir borgarbyggð 2025–2027. Í ljósi þess leggur byggðarráð til við sveitarstjórn að hafna beiðni Sólar til framtíðar að safna undirskriftum í því skyni að fá umfjöllun vindorkunýtingu fellda út úr greinargerð með aðalskipulagi sveitarfélagsins 2025–2037, samanber 3. málsgrein 108. greinar sveitarstjórnarlaga. Unnt að kæra þá ákvörðun sveitarstjórnar til innviðaráðuneytisins, samanber 111. grein sveitarstjórnarlaga, og þetta var samþykkt samhljóða. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Við fengum hérna minnisblað frá GB stjórnsýsluráðgjöf núna í vikunni. Þar kemur fram í rauninni að þau rök sem við vorum að vinna með í byggðarráði eru svona að einhverju leyti hæpin og jafnframt að þó að færi fram undirskriftasöfnun þá hæfi það ekki áhrif á afgreiðslu aðalskipulagsins. Í ljósi þessa minnisblaðs sem að mér finnst að við þurfum aðeins að kíkja betur yfir, leggja til að við frestum þessu máli og það verður skoðað nánar á milli funda. Takk. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Orðið laust. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Það reifað ýmislegt í þessu minnisblaði en staðan samt sem áður sú að okkur ber að taka ákvörðun innan tilskilins tíma þetta og það túlkun okkar að áfram, en þrátt fyrir það sem kemur fram í þessu minnisblaði að okkur ber að hafna þessu bara á þeim grunni að það verið að fara fram á ákveðin ómöguleika. Það verið að biðja að fella út hlut sem verður að vera inni. Okkur ber samkvæmt landsskipulagsstefnu að fjalla vindorku í aðalskipulagi og það á þeim forsendum sem við þurfum eiginlega bara í upphafi skildi að endinn skoða að það skýtur svolítið skökku við að láta fara fram undirskriftasöfnun til undirbúnings íbúakosninga sem á að
hafa þann tilgang að biðja að fella út eitthvað sem okkur ber að hafa inni. Ekki fleiri í bili, takk. Takk fyrir það, Davíð, og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, biður orðið, gjörðu svo vel. Forseti og sveitarstjórn. Það er náttúrulega, við þurfum að reyna að vanda okkur í þessu og auðvitað við erum alveg sammála það að formun beiðni Sólarinnar er mjög í rauninni töluvert víðtæk og svo erum við að falla á tíma líka með ákvörðunina en mér finnst það er stangast margt á þessu sko. Það er þetta sjónarmið það er íbúalýðræði ef að fólk vill fá undirskriftalista eitthvað og svo fáum við þetta blað eða minnisblaði sem að mér finnst svona ég hvet okkur til þess að íhuga hvort að við höfum ekki að gefa okkur nokkra daga til þess að skoða það hvort í staðinn fyrir að fá mögulega neikvæða úrlausn í ráðuneytinu á afgreiðslu. Takk fyrir það. Forseti óskar eftir að fá að gera fundarhlé.
Já, við höldum hér áfram á fundi sveitarstjórnar nr. 272 og við erum í 7. dagskrárlið sem ber heiti beiðni undirskriftasöfnun vegna aðalskipulags með málsnúmeri 25.11.022 og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið og Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti. Ég ætla nú bara að benda á það og ítreka það að í þeim samtölum sem áttu sér stað inni á fundi byggðarráðs við fulltrúa Sólar til framtíðar þá var reynt að koma til móts, það var gætt meðalhófs með því að reyna að koma til móts við óskir þeirra með því að bjóðast til að taka út þá uppdrætti sem eru fylgigögn með aðalskipulaginu. Þá stendur ekkert eftir í umfjöllun vindorku annað en það að vindorka sé ekki gert ráð fyrir henni á skipulagstímanum og hún beinlínis ekki heimiluð nema tilkomi tilmæli frá Alþingi í gegnum rammaáætlun. Lengra var raun og veru ekki hægt að ganga því okkur, eins og ég ítreka það, okkur ber samkvæmt landsskipulagsstefnu að fjalla vindorku í aðalskipulagi. En rétt að benda á það að hverjum sem er heimilt á hvaða tíma sem að óska eftir við sveitarstjórn að gerð sé breyting á aðalskipulagi og það alveg hægt þó að þetta aðalskipulag sé fara að taka gildi, þá getur hver sem komið og óskað eftir breytingum á því. En þetta mikilvægt plagg og mikil uppbyggingar áform í sveitarfélaginu sem hvíla á því að þetta plagg verði klárað og það staðfest og því legg ég til að við höldum samtalinu áfram opnu við aðila og leiðbeinum þeim nánar. En fleira var ekki. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Orðið ennþá laust. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar og áheyrendur. Ljósi umræðnanna hér og í hlénu og því að það alltaf möguleiki að breyta aðalskipulaginu og óska eftir því og jafnvel óska eftir undirskriftasöfnun það. Þá dreg ég, í ljósi þessa, þá dreg ég tillögu mína tilbaka. Takk fyrir það, Sigurður. Orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs og hafnar því að fram fari söfnun undirskriftar í þeim tilgangi að fella út umfjöllun vindorkunýtingu úr greinargerð með aðalskipulagi fyrir borgarbyggð 2025–2027 enda samrýmist það ekki 10. grein skipulagslaga nr. 123/2010 eða landsskipulagsstefnu. Undir að kæra ákvörðunina til innviðaráðuneytisins samanber 111. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að aðeins léttara hjali sem 8. liður á dagskrá sem ber heiti Vatnsrennibraut við Sundlaug í Borgarnesi með málsnúmeri 25.11.072 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 729. Þar segir í bókun: þörf á endurnýjun rennibrautar við Sundlauginni í Borgarnesi. Lögð fram tillaga að 2 valkostum. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að láta fara fram útboð eða verðfyrirspurn á afhendingu og uppsetningu endurnýjara rennibrautar í sambærilegri mynd og hún í dag. Og orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að fara í útboð samanber 12. grein innkaupareglna Borgarbyggðar og laga nr. 120/2016 opinber innkaup þar sem endurnýjuð verður plastrennibrautin sjálf en núverandi stálvirki haldið en yfirfærið og endurnýjaða hluta. Endurnýjun fer fram í samræmi við minnisblað Eflu og rennibrautin verður í megindráttum sambærileg þeirri sem fyrir Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 9. dagskrárlið sem ber heitið óskum endurskoðun skólaaksturs í Lundareykjadal og Bæjarsveit með málsnúmeri 25.09.057 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 729 og þar segir í bókun: byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða tillögu að breyting á skólaakstursleiðinni Lundareykjadal og Bæjarsveit í 2 leiðir
Breytingin mun stuðla að því að akstursleið barna sem lengstan veg fara þurfa að fara mun styttast verulega og þetta var samþykkt samhljóða. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga á bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillaga breytingu á skólaakstursleiðinni Lundareykjadal og Bæjarsveit þannig að henni verði skipt upp í 2 leiðir. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að 10. dagskrárlið sem beri heitið erindi frá ON til UUA álit á leyfisskyldu vegna styrkingar jarðvegsstíflu við Andakílsárvirkjun með málsnúmeru 2510-128 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 727 og þar er framlagður úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála dagsettur 10. nóvember þar sem er beiðni Orku náttúrunnar ohf. Og Orkuveitu Reykjavíkur að úrskurðað verði hvort tímabundin styrking jarðvegsstíflu við Andakílsárvirkjun sé háð framkvæmdaleyfi eða byggingarleyfi. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Þetta er liður sem er lagður fram hér til kynningar en ekki til samþykktar eða staðfestingar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hann hér framlagður. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 11 sem ber heitir ÖMSB samstarfssamningur með málsnúmer 2409-322. Forseti leggur til að þessum dagskrárlið verði frestað þar sem ekki hefur ennþá borist umsögn þennan samstarfssamning á milli Borgarbyggðar og ÖMSB frá stjórn ÖMSB og það er svona skemmtilegra að afgreiða hann þegar við erum búin að fá svona rýni á hann frá ÖMSB þannig að ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að fresta afgreiðslu á þessum lið að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. dagskrárlið sem ber heitið samræmd móttaka flóttafólks með málsnúmeru 2303-023 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 728. Þar eru framlögð drög að 3. viðauka við þjónustusamning milli félags- og húsnæðismálaráðuneytisins og sveitarfélaga samræmda móttöku flóttafólks. Hlöðver Ingi Gunnarsson, sviðsstjóri fjölskyldusviðs, kom til fundarins og Heiðrún Halldórsdóttir, verkefnisstjóri í málefnum flóttamanna, sat fundinn undir þessum dagskrárlið. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja 3. viðauka við þjónustusamning samræmda móttöku flóttafólks sem felur í sér lækkun á heildarfjölda samnings úr 180 einstaklingum í 140. Með þessari breytingu er dregið úr líkum á fjölgun flóttafólks umfram getu sveitarfélagsins og tryggt að eins miklu leyti að hægt er að fjármagn fylgi þeim sem kunna að flytjast á eigin vegum í sveitarfélagið. Það er jafnframt nauðsynlegt að í öllum samskiptum vegna þessa máls sé vakin athygli og leita lausna á þessari þungu stöðu sem Borgarbyggð er í vegna fjárhagsaðstoðar. Samhliða samþykkt verði óskað eftir frekari aðgerðum af hálfu ráðuneyta og stofnana ríkisins til að leysa málið og leiðrétta fjárhagsleg áhrif sem sveitarfélagið hefur orðið fyrir. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs og samþykkir 3. viðauka við þjónustusamning samræmda móttöku flóttafólks sem felur í sér lækkun á heildarfjölda samnings úr 180 einstaklingum í 140 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 13 sem ber heitið krafa vegna verklauna með málsnúmeru 2512-018 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 729 og þar er lögð fram stefna frá Prímis ehf. Vegna verklauna í tengslum við gjaldþrotaskipti Lands og Verks ehf. Þetta var framlagt og felur byggðarráð Lex lögmannsstofu að gæta hagsmuna sveitarfélagsins í málinu. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Stefna frá Prímis ehf. Lögð fram og Arnari Þór Stefánssyni og Fjölni Ólafssyni lögmönnum hjá Lex lögmannsstofu falið að gæta hagsmuna sveitarfélagsins í málinu. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að 14. dagskrárlið sem ber heitið Brákara í skipulagsmál með málsnúmeru 2412-005. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 729. Byggðarráð felur sveitarstjóra að ganga til samningaviðræðna við
PwC, PricewaterhouseCoopers, í samræmi við verkefnatillögu og leggja fram samning til staðfestingar í sveitarstjórn enda rúmast verkefnið innan fjárheimilda. Fjárhæðir eru undir viðmiðum samanber 12. grein innkaupastefnu Borgarbyggðar og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu biðraðs og fyrirliggjandi verksamning við PricewaterhouseCoopers ehf. Ráðgjöf vegna uppbyggingar í Brákarey og sveitarstjóra falið að undirrita samning. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 15. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið tilnefning frá byggðarráði til heiðurslauna listamanna með málsnúmeri 2512-02. Það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 729 en allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis hefur auglýst eftir tilnefningu til heiðurslauna listamanna. Byggðarráð Borgarbyggðar hefur sent tilnefningu í sínu nafni. Byggðarráð Borgarbyggðar tilnefnir Pál Guðmundsson frá Húsafelli til heiðurslauna listamanna. Páll fæddist árið 1959 á Húsafelli. Hann lauk námi frá málaradeild myndlista og handíðaskóla Íslands 1981 og nam höggmyndalist við Listaháskólann í Köln 1985–1986. Páll ólst upp að Húsafelli þar sem mætast skógur og hraun, lindár og jökulár, heimur trölla, huldufólks, dýra og manna. Páll flutti heim þegar námi lauk og hefur alla tíð síðan stundað list sína frá Húsafelli. Páll fjölhæfur listamaður og hefur til dæmis fengist við myndlist, höggmyndalist og hljóðfærasmíði. Í samtals 45 ár hefur Páll haldið fjölda einkasýninga og samsýninga með öðrum listamönnum og hann hefur verið viðfangsefni bóka og heimildamynda. Liðlega 20 höggmyndir eftir Pál prýða garða og torg víða heim, auk fjölda höggmynda í náttúrunni við Húsafell og í nágrenni. Páll einn merkasti listamaður Íslands, einstakur og verk hans auðþekkjanleg. Þau eru órjúfanleg tengd íslenskri náttúru og sögulegri arfleifð. Þau endurspegla mikla virðingu fyrir landinu og djúpa næmni fyrir svipmyndum fólks og náttúru. Verk hans prýða almenningsrými, kirkjur, tónlistarhús og heimili. Verk hans eru hluti af sjálfsmynd þjóðarinnar og vefa saman sögu, náttúru og mannlíf. Verk Páls eru heimur út af fyrir sig, þannig steinharpa Páls sjálfstæður hljóðheimur og dæmi einstæða sköpunargáfu. Hún listaverk og hljóðfæri sem getið hefur af sér samstarf við fremsta tónlistafólk heims. Þó verk Páls prýði söfn og torg víða heim og hann sé öðrum íslenskum og alþjóðlegum listamönnum innblástur, þá Páll hógvær sveitamaður og náttúrubarn. Páll framúrskarandi frumkvöðull í listsköpun, hann fyrirmynd og innblástur sem á rætur sínar í landinu, sögunni og jörðinni. Páll Guðmundsson á Húsafelli verðugur heiðurslauna listamanna. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs og tilnefnir Pál Guðmundsson frá Húsafelli til heiðurslauna listamanna. Sveitarstjórn tekur undir með byggðarráði að Páll sé sannarlega verðugur fulltrúi til að hljóta heiðurslaunin. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og þetta að sjálfsögðu samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 16. lið á dagskrá sem ber heitið Vegir í náttúru Ísland með málsnúmeri 2512-014 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 81 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja tillögu sveitarfélagsins kortlagningu vega í náttúru Íslands með fyrirvara samþykki Náttúruverndarstofnunar. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar og samþykkir tillögu sveitarfélagsins kortlagningu vega í náttúru Íslands. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 17. dagskrárlið sem ber heitið Galtarholt 3, landnúmer 135043, deiliskipulag, málsnúmer 2302-212 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 81 og þar segir í bókun nefndarinnar
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að fallast að hluta á athugasemdir Skipulagsstofnunar varðandi deiliskipulag Galtarholts 3. Skipulags- og byggingarnefnd telur að breytingin sé í samræmi við gildandi aðalskipulag Borgarbyggðar en ferli nýs deiliskipulags Galtarholts 3 hefur staðið yfir langan tíma og hefur unnið í samræmi við gildandi aðalskipulag. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætlaði nú bara svona rétt að ítreka það sem kemur svo sem fram í inngangnum, en það kom fram í ábendingu frá Skipulagsstofnun að þeir vildu að deiliskipulaginu varu vísað til nýs endurskoðaðs aðalskipulags og þar af leiðandi ekki staðfest fyrr en það fengi sína staðfestingu. En það var okkar mat að skipulagið hefur á allan málstíman verið unnið samkvæmt gildandi aðalskipulagi og því tökum við ekki undir með Skipulagsstofnun þarna og það samræmist gildandi aðalskipulagi. Takk. Takk fyrir það. Orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn fellst að hluta til á athugasemdir Skipulagsstofnunar varðandi deiliskipulag Galtarholts 3 í Borgarbyggð. Sveitarstjórn fellst ekki á þá athugasemd að bíða skuli með gildistöku deiliskipulagstillögunnar þar til endurskoðað aðalskipulag Borgarbyggðar 2025 til 2037 hefur tekið gildi að þeirri ástæðu að vinnsla deiliskipulagsins hefur staðið yfir í langan tíma og unnið í samræmi við gildandi aðalskipulag. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 18. lið sem ber heitið aðalskipulag endurskoðun vinnslutími með málsnúmeru 23.01.075. Það er afgreiðsla frá fundi Skipulags- og byggingarnefndar nr. 81 og þar segir í bókun nefndarinnar: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja endurskoðað aðalskipulag 2025 til 2037 samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 til staðfestingar. Skipulagsfulltrúar farið að láta uppfæra gögnin í samræmi við umræður á fundi að undangengnu samráði við Skipulagsstofnun og leggja fyrir sveitarstjórn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætlaði bara að koma hér til að staðfesta það að það er búið að uppfæra gögnin samkvæmt ábendingum frá Skipulagsstofnun og þannig liggja þau fyrir hér í dag til staðfestingar og ég sat ásamt skipulagsfulltrúa fund með Skipulagsstofnun þar sem var farið yfir öll þessi atriði og við teljum að þau séu orðin fullnægjandi nú. Takk. Takk fyrir það. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Það er ekki fleiri sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir endurskoðað aðalskipulag Borgarbyggðar 2025 til 2037 samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 til staðfestingar með þeim breytingum sem samþykktar voru á fundi Skipulags- og byggingarnefndar sem gerðar voru eftir yfirferð Skipulagsstofnunar. Skrá yfir vegi í náttúru Íslands hefur verið samþykkt af sveitarstjórn og ég bið þá fulltrúa sem samþykki framkomna bókun að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að 19. dagskrárlið sem ber heitið Brákarey deiliskipulag með málsnúmeru 25.04.061. Það er afgreiðsla frá fundi Skipulags- og byggingarnefndar og þar segir í bókun: Skipulags- og byggingarnefnd sem fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar samkvæmt samþykktum stjórn Borgarbyggðar leggur til við sveitarstjórn að samþykkja lýsingu til auglýsingar fyrir Brákarey samkvæmt 3. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þetta var samþykkt samhljóða nefndinni. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti. Ég ætlaði nú bara að benda á eina smá villu í inngangi þessa erindis því Skipulags- og byggingarnefnd vissulega hefur fullnaðarafgreiðsluvald þegar kemur að því að setja af stað lýsingu fyrir deiliskipulög en ákvörðun var tekin að vísa því til sveitarstjórnar og þar að leiða þetta átt ekki heim í inngangnum. Þannig að biðja bara fundarritara að laga það. En ég ætla bara svona rétt að stikla á því að nú liggur fyrir að samþykkja það að fara í lýsingarferli fyrir þetta deiliskipulag og
og á fundi skipulags- og byggingarnefndar var ákveðið að láta bæta inn í kafla samráðs- og kynningarferli á skipulagstíma að sérstaklega verði gögn málsins kynnt fasteignaeigendum í Brákarey. Þeir verði á þeim lista sem kynnt verður sérstaklega fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir þessa skýringar, Davíð Sigurðsson. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir lýsingu til auglýsingar fyrir Brákarey samkvæmt 3. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að 20. dagskrárlið sem ber heitið Krummshóla partur 2 umsókn deiliskipulag með málsnúmeru 2502-294 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 81. Þar segir í bókun: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 21 sem ber heitið Urriða og breyting á deiliskipulagi með málsnúmeru 2509/102 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 81 og þar segir í bókun nefndarinnar: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða deiliskipulagsbreytingu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að svara framkomnum athugasemdum. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða deiliskipulagsbreytingu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið nr. 22 sem ber heitið Hraunsás umsókn deiliskipulag 204514 með málsnúmeru 2411/033 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 81 og þar segir í bókun nefndarinnar: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja til auglýsingar tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Hraunsás 3 í Borgarbyggð. Þar er lagður fram uppdráttur dagsettur 6.11.2025. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða tillögu að deiliskipulagi til auglýsingar er lagður fram uppdráttur dagsettur 6. nóvember 2025. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 23 sem ber heitið Tímasetning næsta sveitarstjórnarfundar með málsnúmeru 2503/084 og þar er lögð fram tillaga að næsti sveitarstjórnarfundur fari fram 15. janúar. Hann hefði samkvæmt öllu átt að vera 8. janúar en það er kannski svolítið knappur tími frá jólafríi og hann verður innihaldsríkari væntanlega 15. janúar. En forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að næstu reglulegi fundur sveitarstjórnar í janúar 2026 fari fram 15. janúar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 24
Forseti óskar eftir að gera fundarhlé. Já, við höldum áfram fundinum og forseti óskar eftir því að varaforseti taki við fundarstjórn. Gjörðu svo vel, Eva Margrét. Góðir fundamenn, það eru þá 2 sveitarstjórnarfulltrúar sem ætla að víkja að fundi undir þessu máli nr. 24. Það er Eðvarð Ólafur Traustason og Guðveig Lind Eyglóardóttir. Þetta eru kvörtun vegna stjórnsýslu. Á ég lesa fyrra málsnúmerið? Lesa bæði. Bæði. IRN 25 100088 25 11 043. Afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 729 þar sem framlögð umsögn Borgarbyggðar til innviðaráðuneytisins vegna erindis sem ráðuneytinu barst vegna meintrar ólögmætrar stjórnsýslu. Guðveig Lind Eyglóardóttir og Kristján Rafn Sigurðsson fóru af fundi þarna og hér berum við þá upp að framlögð drög að umsögn og sveitarstjóra falið að fullvinna og senda til ráðuneytisins. Ég ætla að gefa orði laust þetta mál. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og aðrir sveitarstjórnar fulltrúar. Stundum bítur karmað í raskatið á manni að ég náttúrulega gagnrýndi mikið að við gagnrýndum hart þennan sveitarstjórnarfund og á sínum tíma og það tekist ágætlega á hann á þeim fundi. Svo er kvörtun send til ráðuneytisins og staðan náttúrulega svo að við þurfum í rauninni að staðfesta það þannig að það verði svarað af hálfu sveitarfélagsins, þó að við séum kannski ekki endilega sammála innihaldið eða hvernig til fundarins var boðað og svoleiðis, en við verðum að samþykkja bara til þess að stjórnsýslan vinni. Sveitarfélagið þarf að svara fyrir sig og þannig að mitt atkvæði allavega hefur ekkert áhrif á það að ég sé að gefa eftir að ég var ósáttur við fundinn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurður.
Þannig að þetta er formsatriði. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo er ekki og þá ber ég upp þá tillögu að sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðaráðs og umsögn sem var send til innviðaráðuneytisins. Er það samþykkt? Það er samþykkt samhljóða. Eigum við að kalla inn, eða ég halda bara áfram? Forseti er mættur í salinn og ég ætla að biðja hana að taka við fundarstjórn. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Þá erum við í rauninni búin að fara hér yfir afgreiðsluliði og erum komin hér í fundargerðir og það er fyrst 25. liður á dagskrá er fundargerð Byggðaráðs Borgarbyggðar og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 26 sem er fundargerð Byggðaráðs frá fundi númer 728 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 27. Það er fundargerð frá fundi Byggðaráðs númer 729 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin á 28. lið sem er fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi númer 247 og forseti biður formann nefndarinnar að koma hér upp og fara yfir báðar fundargerðirnar sem eru dagskrárlið 28 og 29 sem er frá fundi 247 og 248 í fræðslunefnd Borgarbyggðar. Gjörðu svo vel, Eðvarð Ólafur. Takk fyrir það, forseti. Ágæta sveitarstjórn, starfsfólk og aðrir áhorfendur. Já, eins og forseti sagði þá liggja hér fyrir 2 fundargerðir fræðslunefndar, annars vegar frá nóvemberfundi nefndarinnar sem er í 10 liðum og svo desemberfundi nefndarinnar sem haldinn var síðastliðinn þriðjudag. Og á fyrri fundinum var byrjað á ársskýrslum fyrir leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu og þær voru lagðar fram og kannski bara benda fólki á það að þær liggja á heimasíðum skólana og þetta er bara mjög áhugaverð lesning. Þannig ég mæli bara með að fólk eða vill kynna sér þetta betur að flétta því upp. Mál númer 2 var farið í STEAM Borgarbyggð sem er einstaklega spennandi verkefni sem hófst í raun og veru með stoppfundi 23 en var uppfært á haustfundi 24, sem sagt 2024, nánar tiltekið 15. apríl. Verkefnastýra þessa verkefnis er Signý Óskarsdóttir og ég var sjálfur á þessum fundi 24 sem var haldinn í þessu hérna húsi og það var einstaklega bara skemmtilegur og lærdómsríkur fundur. Ég veit að þetta flækir svolítið fyrir fólki, þessar skammstafanir, en svona í stuttu máli til að útskýra þá er þetta bara verið að leiða saman vísindin og listir og innleiða fyrirtæki, heimili og fjölskyldur, skólana, frístund, framhaldsskólana og háskólana líka og opinberar stofnanir og fyrirtæki líka. Þannig að það er svona verið að reyna að ná utan það að fá alla þessa aðila til að vinna saman í þessu verkefni og þetta er bara einstaklega spennandi verkefni og ég bind mikla vonir við að þetta eigi eftir að hljóta góða innleiðingu í samfélagið okkar og verði bara áberandi þegar fram líða stundir. Mál númer 3, það var snemmtæk íhlutun með áherslu á málþroska og í leikskólanum okkar. Þetta er annað verkefni sem er bara virkilega metnaðarfullt.
Það taka þátt allir skólar, allir leikskólar sveitarfélagsins í þessu verkefni og þetta í svona stuttu máli felst í því að ná hámarks árangri í máltal og boðskiptaþroska barna strax í upphafi og náttúrulega þá fyrst og síðast að fyrirbyggja að það komi upp málþroski og lestrarerfiðleikar og reyna að ná utan vandamáli sem allra fyrst meðan þessi börn eru bara kannski á þeim aldri það sem auðveldast að móta þau og bregðast við því sem gæti seinna orðið. Mál númer 4 voru verklagsreglur leikskóla í Borgarbyggð. Ég kem að þessu líka í fundargerðinni frá því í desember, þannig ég ætla kannski bara að fara betur yfir það þar. Mál númer 5 var útboð á skólaakstri og tómstundakstri í sveitarfélaginu. Nú liggur það fyrir að samningar eru lausir í vor og það voru ræddar þarna hugmyndir mögulegar breytingar á skipulagi á akstrinum, meðal annars með því að horfa meira í svæði við útboðsgerðina og reyna að ná svona ákveðinni hámörkun og nýtingu á þessum bílum öllum til hagsbóta, langar með að segja. Mál númer 6, það er alltaf áskoranir. Það er sem sagt varðar húsnæði frístundar á Hvanneyri sem er í raun og veru sprungið og það hafa komið hugmyndir upp að fá húsnæði sem var upp á Kleppjárnsreykjum og er kallað Kálfurinn, að flytja það niður á Hvanneyri og nýta það undir frístund. Þetta er bara mál í vinnslu, ég hef ekki frétt af þessu hvað þetta stendur en ég held að þetta geti leyst það vandamál sem við eigum við upp á Hvanneyri. Mál númer 7 var samþætting frístundar og íþróttastarfs. Þetta er gríðarlega spennandi verkefni. Ég hef nú talað þetta hér áður. Við höfum verið að horfa svolítið til Húsavíkur í þessu sambandi. Það eru ekki mörg sveitarfélög, raun og veru bara mjög fá, sem hafa verið að horfa í þetta. Þetta snýst í grunninn það að samþætta vinnudag barnanna okkar, ef við getum kallað þessu svo, að þau klári sitt frístunda- og íþróttastarf fyrir 4 á daginn í samvinnu við skóla og íþróttafélög og það hefur verið tekið púlsinn á báðum þessum aðalum og það eru allir borð í þeim báti að vinna þessar hugmyndir áfram og ég held að þetta gæti orðið mjög farsæl breyting ef að með nýjum íþróttamannvirkjum að okkur verið fært að feta þessa slóð. Mál númer 8 var íþróttastefnan, eða átti að vera frystustefnan, henni var frestað til næsta fundar og síðan var lagt fram til kynningar úthlutun úr námsgagnasjóði. Stuttu máli það sjóður sem hefur nú ekki mikið breyst undanfarin ár og í raun og veru sú tala sem þarna eyrnamerk hverju barni í námsgögnum eiginlega hlægileg. Þannig að það svona verið að dusta rykið af þessum reglum og verið að reyna að uppfæra þær og horfa til þess hvernig má bæta námsgagna framboð fyrir börn í grunnskólum. Síðan, og ekki síst, var farið yfir fundargerð ungmennaráðs. Alltaf gaman að fara yfir þær. Þetta voru tvær fundargerðir sem við fórum yfir og þau eru svo mögnuð að þau hafa bara sterkar skoðanir á til dæmis sameiningarmálum sem við höfum nú verið að ræða hér á þessum fundi milli Skorradals og Borgarbyggðar. Þessi fundur fór náttúrulega fram þegar þessi sameining var ekki, eða kosningi var ekki afstaðin. Og svo að farið yfir þarna ferðir sem að þau hafa verið duglega að fara erlendis og hitta jafnaldra sína, bæði í Portúgal, Noregi og, líklega Portúgal og Noregi sem þau hafa farið. Þannig að það var mjög skemmtilega ferðir sem heppnuðust mjög vel. Fleira var ekki gert á þessum fundi í nóvember og honum slitið
Og síðan á þriðjudaginn síðastliðinn þá komum við aftur saman og við ætlum að fara yfir fundargerð 248. Þar var mál númer 1 skólapúlsinn. Okkur fannst það tilhlýðilegt að í upphafi þegar þessi fræðslunefnd kom saman 22 þá var ákveðið svona bakslag fannst okkur í eineltismálum í skólum og þegar við vorum að móta skólastefnuna þá var sérstök áhersla lögð á einelti og okkur langaði svolítið að kalla fram skólapúlsinn og bera saman hvort okkur hefði orðið eitthvað ágengt í þeim málum og það er ekki annað að sjá en að það hafi bara gengið vel en maður verður náttúrulega alltaf að halda þessum málum á lofti vegna þess að þau eru það mikilvæg að við megum ekki gleyma þeim þannig að þetta er eilífðarverkefni og þetta hvetur okkur bara til þess að halda áfram að vinna með þau. Ég sagði ég ætla að fara í verklagsreglunar í þessari fundargerð og þar var farið bara yfir minnisblað varðandi verklagsreglunar í leikskólum og þetta sneri náttúrulega að stórum hluta að þessum skráningadögum sem eru dagar þar sem getur skráð börnin af leikskólum og fengið niðurfellingu á móti eða skráð börnin í þá daga og þarf þá að borga sérstaklega fyrir þá og að því að fyrirvarinn svo skammur þá lagði fræðslunefnd það til að þessi liður í gjaldskrán okkar skráningardaga taki ekki gildi fyrir 1. ágúst 2026. Mál númer 4 var samþætting frístundar og íþróttastarfs, það er bara það sem kom að hérna áðan, þannig að það sem kannski kom nýtt fram þar var að það ætti að stofna núna stýrihóp fyrir verkefnið í desember sem myndi ljúka vinnu í júní 26 og það er búið að halda kynningu fyrir helstu hagsmunaaðila og þar sem að fræðslunefnd lagði til að það yrðu 2 fulltrúar frá grunnskólunum í þessum stýrihópi, forstöðumaður frístundar, íþrótta- og tómstundafulltrúi og sviðsstjóri fjölskyldusviðs fyrir hönd Borgarbyggðar. Einnig var lagt til að UMSB og íþróttafélagin kemur sér saman 2 aðila til að fylla í þennan hóp. Mál númer 5 var UMSB starfssamningurinn sem var ákveðið að fresta hérna áðan á fundi til næsta fundar. En þar vorum við bara að fara yfir svona þær hugmyndir sem að liggja fyrir í þessum drögum að samningi og það bara spunnust eðlilegar og góðar umræður. Mál númer 6, það var starfsáætlun íþróttamiðstöðva. Mér finnst þetta áhugavert. Þetta er náttúrulega svo stofnun sem hefur svona sinnt bara mjög mikilvægu hlutverki í sveitarfélaginu og það er svona kannski engin formleg starfsáætlun eða eitthvað plagg það hvaða þjónustu og annað á að koma til móts við innan þessara mannvirkja okkar í sveitarfélaginu og þá bara svona svolítið að marka það og setja það upp í texta þannig að það sé bara alveg á hreinu. Og þannig að þetta er bara verk í vinnslu og verður bara gaman að fylgjast með þessari vinnu. Mál númer 7 var lýðheilsustefna Borgarbyggðar. Þarna kom íþrótta- og tómstundafulltrúi einnig til fundarins og kynnti okkur minnisblað og það var sama þarna var lagt til að það yrði stofnaður stýrihópur til að móta þessa stefnu og fylgja eftir þeim verkefnum sem að snúa að lýðheilsu og bara umhverfinu okkar og öðru. Og það var lagt til að þessi hópur yrði skipaður, fulltrúar hans yrðu sveitarstjóri, aðili frá skipulagssviði og íþrótta- og tómstundafulltrúi. Og svo myndi þessi hópur í framhaldinu kalla til hagaðila til að vinna að þessu plaggi. Og það er gert ráð fyrir að þessi hópur hefji störf í janúar á nýju ári. Svo að lokum var einnig erindi frá
forstöðumanni íþróttamannvirkja í Borgarbyggð varðandi vallarstjóra. Áin er ekki við en þetta er greinilega eitthvað gamalt mál, þannig að eins og við þekkjum þá eru oft hausarnir á málunum okkar eru oft einhverjir aðrir en kannski rætt í erindinu, en þó það er bara verið að tala hvort að við þurfum að huga að endurskipulagningu á starfsliðin okkar þegar við erum komið með nýtt fjölnotahús í notkun og þarna telur hann til ýmis atriði sem að honum finnst þurfa að sinna betur eins og bara viðhald og annað og hefur komið fram á þessu fundi líka. Og svona það var eiginlega niðurstaða fræðslunefndar að það þyrfti að horfa á þetta miklu víðar af því að þarna bara koma ýmis störf innan sveitarfélagsins til umræðu og hvort að þessi starfsmaður eigi heima inn í íþróttahúsi eða hvort hann er í viðhaldsdeildinni hjá okkur eða sjá hann slátt eða annað. Við þurfum einhvern veginn að ná betur utan það hvernig svona starfsmaður muni nýtast ef við förum í það að ráða slíkan einstakling. Þannig að þetta er bara samtal sem þarf að fara bara í mun dýpri umræðu og þetta mun að sjálfsögðu koma inn á borð byggðarráðs í framhaldinu og ég tel að við getum fundið eitthvað farsæla lausn í þessu. Fleira var ekki gert á fundinum á þriðjudaginn og eins og ávallt þá reyni ég eftir mesta megni að svara spurningum ef einhverjar eru. Takk fyrir þessa góðu yfirferð fundargerð fræðslunefndar. Forseti gefur þá orðið laust til að byrja með undir fundargerð nr. 247 hjá fræðslunefnd. Sigrún Ólafsdóttir biður um orðið. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Það er tvennt sem mig langar aðeins að nefna úr þessari fundargerð. Það er annars vegar þessi nefnd eða starfshópur sem komin á stað til þess að skoða fýsileika á samstarfi eða frekara samstarfi, frístundar og til þess að auka íþróttaiðkun á þessum tíma. Og það er náttúrulega alveg klárt að með bættum húsakosti og aðbúnaði í þessum málum að þá liðkast fyrir í þessu öllu saman og sem er mjög jákvætt. Og ég held að kannski við svona hugsum ekkert oft alveg nægilega vel það hversu ofboðslega miklu máli þetta skiptir. Að það sé möguleiki á samnýtingu þarna og bæði til að hvetja til aukinnar íþróttaiðkunar og bara til þess að létta fólki, bæði börnum og aðstandendum lífið með þetta allt saman, að ná þarna samfellu sem að getur gert það að verkum að þetta sé íþróttaiðkun sé búin fyrir á daginn og þetta nýtist betur svona, hvað maður að segja, tími beggja, bæði barna og foreldra. Að þegar að skóli og þessi iðkun sé búin að þá séu börnin bara búin, þetta sé ekki dragast fram á kvöldið. Og möguleikarnir eru náttúrulega óskaplega miklir þegar húsakostur og önnur aðstaða verður betri. Annað sem ég langar til þess að nefna líka að það er varðandi útboðið á skólaakstrinum. Eins og við vitum hér öll að þá er sveitarfélagið okkar víðfeðmt. Það er með alls konar vegum eins og margoft hefur komið fram í þessu ræðupúlti. Og ég held að vil bara hvetja nefndina og veit raunar að hún leggur sig fram að gera það, að slá ekkert af varðandi öryggi og bara þægilega þjónustu fyrir börnin okkar, vítt og breitt. Það er víða í sveitarfélaginu sem að vegalengdir eru langar, slæmum vegum og ég vil bara nota tækifærið að skjóta hér inn að ég fagna því að það var gerð breyting sem við vorum að samþykkja áðan varðandi akstursleið sem var alveg komin í ystu mörk og bara virkilega þörf og góð breyting. Þannig að ég vil bara hvetja nefndina bæði þegar er hugað að öryggisbúnaði og það á jafnt við bílakost og annað að slá ekkert af öryggiskröfum. Bara takk fyrir góða vinnu. Takk fyrir það, Sigrún. Eðvar Ólafur hefur beðið orðið. Forseti, sveitarstjórn, starfsfólk og aðrir áheyrendur, takk fyrir þetta, Sigrún. Kannski kom ekki nógu skýrt fram áðan, ég geta kannski til að leggja þetta verkefni varðandi samþættingu skóla og frístundar. Þetta er það stórt verkefni að við höfum fengið KPMG til liðs við okkur
og sú vinna er hafin og það er gert ráð fyrir að henni ljúki í apríl á næsta ári. Það er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt og ég hef sagt það áður hér að það er ekki fengið neitt með því að byggja íþróttamannvirki ef að restin fylgir ekki með. Þegar ég tala um rest þá er ég að tala um íþróttafélagin okkar, ég er að tala um okkur sem foreldra og bara samfélagi allt. Og fræðslunefnd er alveg skýr með það, finnst mér, að sérstaklega þegar við erum að tala um yngstu börnin, kannski sem er í 1., 2. og 3. bekk og jafnvel 4., að við hugsum þetta þannig að þetta sé líka bara grundvöllur fyrir þau að kynnast bara hinum ýmsu íþróttagreinum. Að það sé bara val og það er bara inn í þessum degi skipulagt að þau geti prófa sem mest og kynnt sér sem flest og svo bara í framhaldinu eins og gengur og gerist þá munu þau bara velja það sem að fyrir liggur að þeim langi til að gera. Þetta setur líka aðhald á íþróttafélögin að vera með spennandi starf og þarna erum við líka að halda utan um börn sem kannski fá kannski ekki stuðning endilega heima fyrir án þess að ég haldi að það sé stórt vandamál á okkar svæði en það eru bara allir að taka þátt í þessu. Það eru bara allir þarna til þess að kynna sér þetta og kveikja áhuga og mér finnst þetta bara svo spennandi verkefni og ég bara það er alveg hálf sorglegt að maður sé að fara úr sveitarstjórn og geti ekki fylgt þessu eftir vegna þess að þetta er eitthvað sem ég held að við höfum eftir að vera stolt af ef vel tekst til þegar upp er staðið. Varðandi skólaaksturinn, algjörlega sammála, þú nefndir dæmi hérna áðan þar sem að fulltrúi í sveitarstjórn benti réttilega á og kom með góða lausn á akstursleið sem er 20 ára gömul hugmynd sem dæmi að það er gríðarlega mikilvægt að inn í fræðslunefnd sé opið samtal og við séum fólk víðsvegar að svæðinu til þess að við getum fengið ákveðna bestun í þessari vinnu. Af því við höfum öll input og við höfum ekki að veigra okkur við að segja þau og vanda okkur saman í þeirri vinnu að bæta þennan akstur af því hann skiptir okkur öllu máli. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eðvarð Ólafur, og orðið er ennþá laust undir fundargerð fræðslunefndar frá fundi nr. 247. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Það er góðlátleg ábending frá ritara fundarins að fundamenn nefni þá dagskrárliði sem þeir eru að kveða sér hljóðs undir þegar þeir taka til máls. En við erum þá komin að fundargerð fræðslunefndar nr. 248 og orðið er laust undir þessari fundargerð. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að 30. dagskrárlið sem er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 81. Við erum búin að fara yfir stóran hluta af þessari dagskrá en ég ætla að biðja formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Eins og Guðveig kom hér inn á þá erum við búin að afgreiða meiri hlutann af þessari dagskrá en ég ætla að hlaupa stuttlega yfir það sem ekki er búið að afgreiða. Fyrsti liður var breyting á deiliskipulagi íþróttasvæðis í Borgarnesi. Það var lögð fram ósk skipulagsfulltrúa heimild til að breyta deiliskipulagi íþróttasvæðis í Borgarnesi frá árinu 2025 en áformað er að breyta deiliskipulagi til að aðlaga deiliskipulagi að fyrirhugaðri uppbyggingu íþróttamannvirkja. Nefndin samþykkti að fela skipulagsfulltrúa að láta vinna þessa breytingu. Annar liður var að það var lögð fram fyrirspurn heimild til að breyta deiliskipulagi niðurskóga í landi Húsafells í Borgarbyggð fyrir lóðirnar Hraunbrekkur 35. Fyrirhugað var að stækka frístundahús sem fyrir er á lóðinni 80 fermetra og byggja 50 fermetra bílskúr. Fyrir á lóðinni var 121,3 fermetra frístundahús auk 11,1 fermeters baðhús. Eftir breytingu yrði stærð frístundahús 201,3 fermetrar. Á svæðinu er í gildi deiliskipulag þar sem heimilt er að byggja allt að 150 fermetra frístundahús að meðtalinni geymslu. Ekki er heimilt að byggja bílskúra. Áður hafa verið gerðar breytingar á deiliskipulagi svæðisins þar sem byggingamagn hefur verið aukið í 230 fermetra á skilgreindum lóðum, en er óheimilt að byggja bílskúr. Bókun nefndarinnar var ekki stutt, hún var svohljóðandi. Skipulags- og byggingarnefnd ítrekar fyrri bókun nefndarinnar varðandi deiliskipulag niðurskóga frá fundi 56. 4.9.2023 þar sem fram kom skipulags- og byggingarnefnd fer þess á leit við landeiganda að ekki verði gerðar frekari breytingar á deiliskipulagi fyrir niðurskóga í landi Húsafells 3
heldur verði deiliskipulagi endurskoðað í heild. Skipulags- og byggingarnefnd sem fer með fullnaðaraksturvald sveitarstjórnar samkvæmt samþykktum stjórn sveitarstjórnar heimilaði þó að gerð yrði breyting á deiliskipulagi í samræmi við breytingar sem gerðar hafa verið fyrir lóðirnar Hraunbrekku 33 og 34, en áfram yrði ekki heimilað að byggja bílskúr á lóðunum. Þetta var samþykkt samhljóða. Næstu mál erum við búin að fjalla um. Það eru svo var bara hér Syðstufossar umsókn um framkvæmdaleyfi. Á fundi skipulags- og byggingarnefndar var samþykkt að grenndarkynna framkvæmdaleyfi frá KÍ fyrir hönd landeiganda að Syðstufossum í Borgarbyggð. Grenndarkynnt var fyrir nágrönnum sem hagsmuna eiga að gæta og öðrum hagsmunaaðilum í gegnum skipulagsgátt. Kynningartími var frá 18. júlí til 24. ágúst síðastliðið. Athugasemdir bárust frá 5 aðilum á kynningartíma. Niðurstaða fundarins var að skipulags- og byggingarnefnd taldi að ekki væri hægt að draga aðra ályktun en að framkomin gögn hafi verið misvísandi eins og fram hafði komið í athugasemdum við grenndarkynningu og fór nefndin því fram á að framkvæmdaraðili sendi inn uppfærð gögn og málið grenndarkynnt að nýju. Svo var síðasti liðurinn var það að skipulagsfulltrúi óskaði eftir heimild til að óska eftir styrk í skipulagssjóð fyrir vinnu við endurskoðun aðalskipulags Borgarbyggðar 2025-2037 og nefndin að sjálfsögðu samþykkti þá beiðni. Einnig var samþykkt að næsti reglulegi fundur nefndarinnar yrði þann 9. janúar næstkomandi, en ekki 2. janúar eins og hefði annars orðið. Svo voru lagðar fram 2 afgreiðslufundargerðir skipulagsfulltrúa og 1 afgreiðslufundargerð byggingarfulltrúa. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Þá er orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 81. Það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 31 sem er fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 83 og ég bið formann nefndarinnar Sigrún Ólafsdóttir að koma upp. Fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Þá er það komið hér að fara yfir fund umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 83 sem haldinn var 2. desember. Fyrsta mál á dagskrá voru gjaldskrár og þær voru samþykktar hér fyrr á fundinum. Það er helst þennan lið að segja að umhverfis- og landbúnaðarnefnd lagði til, eins og samþykkt var hér áðan, að meðhöndlun, gjaldskrá meðhöndlun úrgangs hækki ekki á milli ára og það er náttúrulega eiginlega bara íbúunum að þakka og með bættri flokkun að þá komu mun hærri greiðslur úr úrvinnslusjóði heldur en að við þorðum að vona. Og ég vil bara þakka íbúum kærlega fyrir það hversu vel hefur eða hversu mikla framfarir hafa orðið í flokkun og það eru náttúrulega búin að vera á þessu kjörtímabili töluverðar breytingar í þessum málaflokki og sem að hafa gert það að verkum að við höfum verið að færa okkur í átt að þeim reglum sem okkur og þeim ramma sem að við erum okkur settur og með breytingum sem hafa orðið líka á gámastöðinni að þá hefur fólk orðið meira meðvitað flokkunina og ég vil bara líka þakka íbúum fyrir það hversu vel þeir hafa tekið þeim breytingum sem þar voru gerðar, meðal annars með því að kynna sér og nota og virkja klippikortin. Og það er alveg ljóst að þetta er að breyta heilmiklu og ég vona þegar nýja brumið sem að kannski pirraði einhverja er farið af þessu að þá verði þetta bara betra kerfi og ég held að það sé alveg ljóst að það er heilmikið eftir í verkefnum til þess að gera þennan málaflokk betri og úrvinnsluna skilvirkari fyrir alla aðila og það er töluvert verk óunnið í því öllu saman. Hins vegar og ég tek það fram að þessi gjaldskrá voru ekki einu sinni verðlagsbreytingar á henni heldur hún bara er í raunverulega að lækka. Gjaldskráin söfnun á eyðingu dýralyfa að hún hækkar hins vegar 15%
Og það fyrst og fremst bara raunkostnaðurinn sem kemur þar inn. Að það verkefni var bara dýrara heldur en að við reiknuðum með og það hefur náttúrulega eitthvað með það að gera. Þetta bara mikil notkun á þessu og þjónusta sem við teljum að fólk vilji sannarlega halda inni og þess vegna var það að mæta því með þessum hætti. Aðrar gjaldskrár sem falla undir valdsviði nefndarinnar að þær hækka eins og margar aðrar hjá sveitarfélaginu 3,2% með verðlagi. Númer 2 að þá sem sagt liður sem samskipti við veitur vegna vatnsveitu Varmalands. Það þó nokkuð langt mál sem ég ætla nú ekki að rekja hér að öðru leyti en því að vitna bara hér í bókun sem var samþykkt samhljóða í nefndinni að það bara talið brýnt að áfram verði unnið að þessu bara til þess að fá farsæla niðurstöðu í þessu öllu saman fyrir notendur á veitunni og nefndin leggur til við byggðarráð að fengi verði utanaðkomandi ráðgjafi til þess að leggja mat á endurnýjunarþörf dreifikerfis vatnsveitu Varmalands og kanna möguleika á frekari vatnsöflun innan svæðisveitunar og einnig verði lagt mat á hvaða leið sé skynsamlegast að fara þegar kemur að rekstri veitunar. Og þetta mál búið að velkjast hérna býsna lengi og ég held að það hafi verið algjörlega einhugur það að bara fara þá leið að það þyrfti að gera þær breytingar sem að fyrir lagi og meta þörfina til þess að bara vatnsmál íbúa séu í lagi. Þriðji liður var þjónustustig snjómoksturs í þéttbýli. Alltaf þegar kemur snjór og hálka, þá kom þessi mál reglulega upp og þá var verið að meta hvort að eitthvað sé hægt að gera betur í þessum málaflokki. Og það var sannarlega tekið samtal við starfsfólkið undir þessu sviði hjá sveitarfélaginu og það var komið sjónarmiðum á framfæri í samtali á þessum fundi hvað mætti betur fara og ég vona að það sé bara komið allt saman í þann farveg sem allir eru sáttir við og bókunin var á þá vega að fela umhverfisfulltrúa að gera breytingar í samræmi við þær umræður sem voru á fundinum og halda bara áfram að bæta og gera þjónustuna betri fyrir íbúana. Fjórða mál var svolítið skemmtilegt mál. Það innkoman inn í Borgarnes. Við höfum ofta rætt það og oft hafa íbúar á förnum vegi rætt þetta mál sem hér undir en þar segir meðal annars að Borgarnes einn vinsælasti áningarstaður landsins og státar af fjölmörgum fyrirtækjum, sérstaklega í verslun og þjónustu. Mikill fjöldi fyrirtækja staðsett við brúna þegar komið inn í Borgarnes að sunnanverðu og Borgarbyggð vill núna leggja til að fara verið í vinnu þar sem að megin áhersla verður að skapa gott og aðlaðandi umhverfi. En leið að vera áhersla á samspil umferðar bæði gangandi og akandi með bættu umhverfi þarna og umferðaröryggi og með til þess að ramma þetta stutt inn að þá var þetta þannig að þetta væri þannig að umhverfi sem að væru bæði við innkomu inn í sveitarfélagið fyrirtækin sem blasa við okkur þegar það komið yfir brúna og inn í sveitarfélagið hvort það væri ekki hægt að taka höndum saman að gera þetta aðlaðandi og fínt þannig að það væri ennþá meira stolt okkar íbúana hér þegar fólk kemur úr þessari átt inn í Borgarbyggð. Og bókunin var samhljóða samþykkt að umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggi til að sveitarstjóri hefji samtal við fyrirtæki á svæðinu, boðið til fundar og óskipti samstarfi við forsvarsmenn fyrirtækja þetta mál. Farið verði yfir aðgerðir á svæðinu til þess að bæta ásýnd og umhverfi. Og ég bara legg áherslu á það samkvæmt samtalin í nefndinni að þetta yrði tekið samtalið þannig að það væri allir sáttir við sína aðkomu að þessu máli. Það væri ekki verið að taka fram fyrir hendurnar á neinum, hvorki fyrirtæki eða öðrum í þessu efni. Númer 5 var það refa- og minkaveiði og þar fórum við yfir veiðar á þessa árs og hvernig þær hefur gengið. Og í framhaldi var fól umhverfis- og landbúnaðarnefnd
umhverfisfulltrúa undirbúa gerð samninga við veiðimenn og leggja fram tillögu að samningum fyrir næsta fund. Og fleira var ekki gert á þessum fundi og eins og kom fram hérna áðan að þá stefnum við að því að hafa fyrsta fund umhverfis- og landbúnaðarnefndar á nýju ári 7. janúar. Við svona horfðum þá til þess að sveitarstjórnarfundurinn væri fyrir, en ég held að okkur sé ekkert að vandbúnaði, við getum alveg fundað hérna í lok jóla. Þannig að við stefnum að því að fundurinn verði 7. janúar. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Sigrún Ólafsdóttir. Og orðið laust fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Já, ég lendi aðeins í vandræðum með það. Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Ég ætla að kveðja mig til hljóðs undir lið 5. Ég veit ekki hvað fremra númerið var, ég var ekki klár með það. En það er refaveiðin og minkaveiði. Ég langaði aðeins að forvitnast betur það hvernig veiðin hefði gengið seinasta ári. Það voru gerðar einhverjar breytingar á samningunum í fyrra og hvort það væri einhverjar breytingar fyrirhugaðar á nýju ári. Takk fyrir það. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áhorfendur. Mig langar að kveðja mér aðeins hljóðs undir lið númer 4, en ég ætla bara að fagna því að nefndin hafi tekið þetta upp og jafnframt vekja athygli á því að þetta hefur einnig margsinnis komið inn á borð í skipulags- og byggingarnefnd og nú síðast í tengslum við deiliskipulag fyrir Brúatorgið, þar að segja gamla Shell eða Orkuna eða hvað við höfum að kalla það, en þar gerðum við einmitt stífar kröfur á því að farið yrði í umferðargreiningu og fengin yrði frekari hönnun, landslagshönnun á lóðinni, því að eins og allir vita þá er aðkoman inn í Borgarnes, hún er svolítið grá, þetta er svolítið mikið malbygg og það er jafnframt var nýlegt dæmi þar sem við breyttum deiliskipulagi fyrir hleðslustöð og milli Ráðhússins og grillhússins og ég held að allir geti verið sammála því að það hafi tekist mjög vel, en það var mikið lagt í landslagshönnun og frágang á því svæði. En ég bara fagna því að þessi umræða sé tekin áfram og við reynum að gera betur. Takk. Takk fyrir það. Orðið er ennþá laust þessa fundargerð. Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áhorfendur. Já, refa og minkaveiði. Sigurður spyr árangur og hvernig staðan á þeim málum sé. Umhverfisfulltrúi og sú sem hér stendur höfum átt ágætis samtöl við marga af veiðimönnum sem hafa gefið okkur munnlegar upplýsingar hvernig þetta hefur verið, og svo höfum við náttúrulega okkur til hals og traust þær skýrslur sem er skilað inn. Veiðin í sumar virtist ganga bara býsna vel. Refakvótinn var fullnýttur og minkakvótinn var það reyndar ekki alveg, en það eru samt skýringar kannski alveg á því, og eftir samtöl þar að þá það það var bara tilfallandi og það stóð mjög lítið út af. Það var nánast fullnýttur kvótinn. En refakvótinn var fullnýttur, og kannski ef að maður horfir aðeins í það hver umræðan hefur verið þetta, að þá hald fróðra manna sem líf og hrærast í þessu dagsdaglega, að það væri frekar ástæða til þess að gefa í refaveiðum
heldur en minkaveiðum, en auðvitað þetta mjög mismunandi eftir svæðum. Sums staðar minkurinn svona, svolítið að færa sig upp á skaftið og annars staðar ekki, og það eins með refinn, það svona jafnara heilt yfir, en sums staðar að minna, eða hefur verið veitt minna heldur en undanfarið. En auðvitað væri í draumaveröld gott að það væri engin kvóta á þessu, að það væri bara hægt að veiða eins og þyrfti alls staðar. En svona mér sýnist einhvern veginn að refaramminn sé kannski frekar sá sem að þyrfti að gefa í. En við höfum nú alltaf haft það fyrir reglu að taka reglulega spjall við okkar veiðimenn og við munum örugglega gera það líka í framhaldi af þessu. En allavega vinnan hafin við þetta. Davíð, varðandi aðkomuna þarna inn. Við erum afskaplega ánægð með þetta líka í nefndinni að hafa fengið þetta þarna inn. Við fáum reglulega innspýtingu þegar við afhendum umhverfisverðlaunin og það gaman að segja frá því að sú sem að fékk samfélagsviðurkenninguna í fyrra, ekki núna heldur þar áður, að hún nefndi þetta og það nú heldur betur kona með græna fingur. Þannig að þetta hefur svona vakið upp áhuga á því að horfa betur á þetta, og eins náttúrulega var hleðslustöðin sem við Ráðhúsið hjá okkur, að hún náttúrulega fékk umhverfisverðlaun. Þannig að það svona margt sem hefur verið hvatning, og mér langar líka að nefna það að skipulagsfulltrúi Borgarbyggðar, að hann hefur lagt þessu máli mjög mikið lið. Þannig að ég vil bara þakka fyrir það þeir sem hafa komið að þessu, og ég vona að þetta heppnist vel af því að þetta er þarft og skemmtileg upplyfting fyrir okkur hér. Takk. Takk fyrir það. Eðvarð Ólafur hefur beðið orðið. Forseti, ágæta sveitarstjórn, starfsfólk og aðrir áhorfendur. Ég held að ég ætla að kveða með hljóðs undir mál númer 5. Það kemur ekki fram í gögnunum sem við erum með fyrir framan okkur. Í fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Nei, já, það ekki það? Jú. Mér langaði bara að spyrja af því að þetta mál mér svolítið kært og þetta skiptir máli. Nú gengið til Rjúpna og mín tilfinning svo að það sé minna að ref núna heldur en hefur verið undanfarin ár, og ég las umræðu á netinu það, ég hef ekki fundið þetta á Umhverfisstofnun, en það einhver veiki í refastofnunum á Íslandi. Og það kannski stærsta ástæðan fyrir að Rjúpnastofnunin virðist vera á mikilli uppleið meðal annars. Hafið þið eitthvað velt þessu fyrir ykkur eða skoðað þetta, hvort það væri þá kannski í leiðinni bæði þá sem vernd en líka sem sókn að reyna að halda þessum stofni niður, hvort að það eitthvað sem að þið hafið skoðað. Svo ætla ég bara einnig undir aðkomin inn í Borgarnes, þó ég sé hrifnar af gráum lit en Davíð, þá ætla ég að fagna þessu og ég alveg sammála. Þetta bara virkilega þarft og mér finnst bara mjög gott að þetta sé komið til umræðu, og ég bara hvet ykkur í þessari vinnu. Takk fyrir. Takk fyrir það. Sigrún Ólafsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áhorfendur. Já, Eðvarð að velta vöngum yfir refastofnunum og því öllu saman. Já, þetta hefur verið rætt. Það reyndar aðeins misjafnt og eftir svæðum hvað menn tala að sé mikið ref. Ég nú vinur margra það eru margar skítur vinir mínir á Facebook og maður gjarnan sér myndir af gripum sem að þeir hafa náð. Og ég held að sé alveg ljóst að bæða samtölum og talningum út frá því líka að þetta svolítið misjafnt. Það sem að kannski gerir það að verkum að þeir fylla upp í kvótann og maður sér ekki minnkandi stofnstærð í þeim tölum það að þeir hafa verið duglegir. Þeir eru sem betur fer duglegir margir hverjir og flestallir að fara á greni
og ná yrlingum og það náttúrulega kemur inn í þessa tölu. Þannig að ég held að það sé svona kannski það að við sjáum ekki í einhverju að það sé minnkandi stofn sérstaklega. En þetta er alveg klárlega eitt af því sem að væri gaman að taka samtal við þá þegar við gerum það og ræða þetta akkurat. En mér langar líka að skjóta aðeins inn akkurat undir þessum lið að við í nefndinni og sveitarfélagið höfum reynt mikið allt þetta kjörtímabil að ná samtali við veiðifélögin svona samstarf þessi mál og aðkomu með einhverjum hætti að því, bara þannig að þeir minkar sem eru unnir á þeirra svæðum að þeir séu að telja inn í þessa skilaskýrslur veiðimanna sem væri geysilega mikilvægt. Það samtal er búið að vera svolítið mikið eintal, þannig að það eru ekki mörg veiðifélög sem hafa haft samband við okkur, þó að þau séu einhver. Og ég held að það væri mjög gott ef að þetta samtal væri meira á milli veiðifélagana og sveitarfélagsins. Og þá er ég ekki að segja að vera einhver ein ríkislína á því hvernig þetta samstarf væri, heldur bara upplýsingaöflun og annað slíkt. Því að þá getum við bæði séð betur stofnstærðirnar í þessu og fengið öruggara skýrsluhald það hversu mikil veiði væri og líka bara tekið betur tillit til þess að á sumum svæðum eru þessi mál í verri í verri málum heldur en annars staðar. Þegar maður heyrir það alveg að í kringum á sumum svæðum að þá er miklu meira umtal að það sé minkur og refur og allt þetta og þá verður auðveldara að ramma þetta inn. Samtalið refina er alltaf svolítið léttara heldur en minkinn af því að við kannski vitum ekkert alveg nákvæmlega hvernig það er og það eru bæði ár sem eru hér innan sveitarfélags og þær sem eru á mörkum sveitarfélagsins líka að þar eru veiðifélögin stundum með samninga við veiðimenn og þá fáum við engar upplýsingar ekki nema að sé bara einhver sterk tenging þar inni. Þannig að ég bara fagna öllu samtali og svona vangaveltum varðandi þessi mál og ég held að þau séu mjög af hinu góða og þessi nefnd sem ég vil þakka bara fyrir gott samstarf í þessu efni eins og öðrum að hún hefur verið mjög áhugasöm það að velta vöngum yfir því hvernig þessum veiðum reiddi af. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigrún, og orðið er ennþá laust fundargerð. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd, Thelma Dögg Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, aðrir sveitarstjórnarfulltrúar og áheyrendur. Mig langar að kveða með hljóðsundi lið 1 í þessari fundargerð og þá helst langar mig að tjá mig gjaldskrárana söfnun og eyðingu dýraleyfa. Ég er mjög ánægð með bara hvernig vinna nefndarinnar hefur farið fram í þessum gjaldskrármálum og ég er rosa ánægð með hvar við stöndum með fjármálin í þessum málaflokki. Það var auðvitað svolítið leitt að sjá þessa miklu kostnaðarhækkun þarna en ég er alveg sammála formanni nefndarinnar að þetta er þjónusta sem að ég er alveg viss að við viljum halda inni og þetta er mjög góður liður hjá okkur. Hins vegar langar mig að benda bara sveitarstjórnarfulltrúum á og beina því til stjórnar Sorpbirgðar Vesturlands að ástæðan fyrir því að þarna er að verða hækkun hvernig haldið er á þessum málaflokki þar inni í Sorpbirgðar Vesturlands og mig langar að hvetja stjórnina til þess að auðvitað fara að taka þá umræðu upp að nýju að kaupa brennsluofn. Það eru líka fleiri liðir í úrgangsmálum þessum málaflokki sem að við höfum eytt ósvo mörgum mínútum í þessari nefnd að ræða bestun á hvernig hægt að lækka kostnað og stuðla betri nýtingu afurða og þá nefni ég líka lífrænan úrgang. Og ef Sorpbirgðin Vesturlands fer ekki að fara í frekari fjárfestingar í þessum málaflokka þá langar mig að hvetja þessa sveitarstjórn og þá sem á eftir kemur til þess að skoða það alvarlega að leggjast í slíkar fjárfestingar til þess að lækka kostnað til lengri tíma. Takk fyrir það, Thelma. Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Þetta er að vera langur og skemmtilegu liður og gaman að það kviknar á
meðnefndar fólki mínu í umhverfis- og landbúnaðarnefnd. Ég bara tek alveg heilshugar undir þetta og telmi, og þetta náttúrulega bara endurspeglar þá umræðu sem búin að vera í nefndinni allt þetta kjörtímabil. Við vildum alveg vera komin lengra í þessu, en það bara stór og mikill bolti og spennandi verkefni sem að við afhendum nýrri sveitarstjórn. En ég alveg sammála því að það eru óskaplega margir angar í þessu málaflokki sem hægt að gera svo miklu, miklu betur. En ég vil líka taka það fram að bara núna þessi síðustu mánuðir, utanumhald, vangaveltur og bara það sem að við getum myndað okkur skoðun og gögnin sem við getum haft núna til þess að mynda okkur skoðanir í þessu málaflokki til þess að gera betur fyrir íbúana, sveitarfélagið og bara þetta kerfi allt saman, að þeir eru endalausir. Og mér langar líka að nefna eitt, af því það búið að vera mikið í umræðinu núna síðustu mánuðina, það rúlluplastið, sem náttúrulega ekki lögbundi verkefni sveitarfélagsins, en við í nefndinni höfum verið einhuga að væri verkefni sem að væri virkilega þannig vaxið að við vildum hafa puttan í. Það hefur svo sem alveg gengið á ýmsu í því og ég ætla ekki að rekja það hér, en ég sannfærð að við getum gert miklu betur í þeim málaflokki eða þeim lið. Og þá svo margt einmitt sem að við erum einmitt að komast á þann stað að geta farið að ræða tækjabúnað, afsetningu á afurðinni og öðru slíku sem að eru svo margir möguleikar í, og bara að pressa og koma í aðgengilegri afurð þegar þetta keyrt út úr sveitarfélaginu í endurvinnslu og það gefur hugsanlega einhvern pening tilbaka. Þetta skiptir alveg ótrúlega miklu máli og þetta áreindar við ansi marga aðra flokka líka. Og ég held að það svo margt í farvatninu sem að gera það að verkum að við þurfum sérstaklega að taka dýraleifamálin og rúlluplastið. Það eiginlega svona fyrst á dagskránni, af því að ég held að breytingarnar séu handan við horni beggja vegna í þessum málaflokkum. Og síðan allt hitt, það alveg endalaust verkefni. Næsta umhverfis- og landbúnaðarnefnd verður ekki verkefnalaus. Takk fyrir þetta. Takk fyrir það, Sigrún. Orðið ennþá laust undir fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það ekki fleiri sem kveða sér hljós og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 32 sem fundargerð fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar frá fundi nr. 55. Forseti gefur orðið laust um þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljós og þá telst hún framlögð. Dagskrárliður nr. 33 fundargerð umsögunarnefndar Fólkflokksins í einhverjum frá fundi nr. 92. Forseti gefur orðið laust um þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljós og þá telst hún framlögð. Síðasti liður á dagskrá hér í dag fundargerð fjallskilanefndar Þveraréttar frá fundi nr. 76 og forseti gefur orðið laust um þessa fundargerð. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Ég þarf að rugla pöbbum ykkar saman. Takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætlaði nú bara svona rétt undir þessum dagskrárlið að óska eftir því að fjallskilanefnd Þveraréttar upplestrar boði til við fyrsta tækifæri fundar innan deildarinnar til að ræða hin ýmsu mál sem komin tími á og þetta bara svona brýning. Þetta hefur verið í umræðunni og það bara svona að benda á það undir þessu. Takk. Takk fyrir það. Sigurðardóttir, ég segi það. Nei, Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur, ég vil bara taka undir þetta hjá honum Davíð. Það búið að vera umræður aðeins varðandi málefni varðandi fjallskil í þessari fjallskiladeild og svo sem í öllum fjallskiladeildum. Þetta eru málefni sem við eigum að ræða allt árið og reyna að undirbúa okkur fyrir haustið á sem besta máta. En ég held að það væri mjög gott að heimamenn myndu funda og taka þessi málefni og svona ræða. Ég trúi ekki öðru en að sveitarstjórn sé
á kantinum til þess að veita alla þá aðstoð sem hægt varðandi þessi mál. Mín skoðun sú að svona málefni sem snúa að fjallskílanefndunum, þau séu best komin hjá nærumhverfinu sem þekkja öll málin best og nefndirnar, við erum ekki að þrengja neitt af þeim, en það kannski gott að bara taka samtalið á sem víðustu grunni vegna þess að þá árangurinn líklegastur. Og ég bara, tek undir þetta sem að Davíð lagði til og vona heilshugar að það sé hægt að taka góða og gagnlega umræðu þetta sem að sveitarstjórn getur svo tekið áfram. Takk. Takk fyrir það, Sigrún. Thelma Harðardóttir hefur beðið orðið. Forseti, mig langar að koma upp bara sem nefndarmaður í þessari nefnd og tek bara heils hugar undir tillögu Davíðs og Sigrúnar að haldinn sé fundur innan deildarinnar og ég vona að sveitarstjórn verði með okkur í því. Það eru margar áskoranirnar í þessari fjallskílanefnd eins og mörgum öðrum. Mig langar bara að benda á það að þegar þessi nefnd satt og við vorum að ræða þessi mál þá náttúrulega lá það alveg ljóst fyrir að við höfum frjálsar hendur tiltölulega í okkar fjárhagsáætlanagerð og fundið það hjá sjálf okkur þar sem það er mikil fjárfesting sem hefur farið fram inn í þessum upprekstri og hún þetta er vel girtur upprekstur og það mætti gjarnan nýta hann betur á mínum mati. Að það ákváðu að hækka þarna girðingagjald til þess að koma til móts við þær afborganir sem okkur ber skylda til að skila af okkur. Mér langar bara að benda því til sveitarstjórnar að það eru aðrir upprekstrir sem að skila ekki í plús og ekkert endilega að huga að afborgunum á sínum fjárfestingum, enda er engin sérstök regla þetta og eins og ég segi, ég er heils hugar til í að þessi umræða sé tekin innan deildarinnar, hvernig við getum hagað okkur fjármálum og bara framtíð upprekstarins sem best, en ég held að umhverfis- og landbúnaðarnefnd og aðrar nefndir sem að þessu snúa ættu einnig að huga að því hvernig aðrir upprekstrar haga þessu og hvort það sé ekki hægt að setja einhvers konar almenna línu í þessum fjárhagsáætlanagerð. Takk fyrir það, Thelma Harðardóttir, og verður ennþá laust undir fundargerð fjallskílanefndar þverráréttar á fundi nr. 76. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það. Mér langar bara rétt að ítreka það. Ég var ekki að kalla eftir fundi til að ræða fjárhagsáætlun nefndarinnar, þó að það sé vissulega máli sem var á dagskrá lá fyrir þessum fundi, heldur beiðni bara fund innan deildarinnar til að ræða vinnulag og álagningu og annað slíkt almennt. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Orðið ennþá laust fundargerð fjallskílanefndar þverráréttar, fundur nr. 76. Það ekki fleiri sem kveða þessa hljóðs og þá telst svo fundargerð framlögð. Þá dagskrá tæmd hér í dag. Forseti vill þakka fulltrúum í sveitarstjórn fyrir góðar og málefnalegar umræður á þessum fundi. Ég vil þakka sveitarstjóra og sviðsstjóra stjórnsýslusviðs fyrir undirbúning og vinnu á þessum fundi og tæknimanninum okkar, honum Eiríki, fyrir sína vinnu. Ég veit að ég tala fyrir munn allar hér í sveitarstjórn þegar ég óska starfsmönnum sveitarfélagsins og hreinlega öllum íbúum sveitarfélagsins gleðilegra jóla með vonum góða samveru með sínu besta fólki. Og því sögðu þá segi ég þessum fundi slitið.